Þingfundi fram haldið. Tekið fyrir 4. dagskrármálið, lokafjárlög 2016, stjórnarfrumvarp, 49. mál, þingskjal 49, nefndarálit 930, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður fjárlaganefndar, hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til lokafjárlaga fyrir árið 2016. Tilgangur frumvarpsins að leita staðfestingar Alþingis á ríkisreikningi ársins 2016. Tilgangur lokafjárlaga að kveða á ráðstöfun fjárheimilda í árslok, það hvort árslaukastöður skuli falla niður eða flytjast til og með til næsta árs. Frumvarp til lokafjárlaga nú lagt fram í síðasta sinn, þannig að nokkuð tímamót ræða við afgreiðum þetta mál. Með lögum nr. 123/2015 opinber fjármál voru gerðar margvíslegar breytingar á fyrirkomulagi ríkisfjármála sem gilda frá með árinu 2017. Þar má nefna að frumvarp sem lagt verður fram til samþykktar á ríkisreikningi tekur við af frumvarpi til lokafjárlaga. Uppbygging frumvarpsins hefðbundin og felur í sér 2 lagagreinar og gildistökugreinar. Að vanda fylgja 2 fylgiskjöl með frumvarpinu. Það fyrra yfirlit breytingar á fjárheimildum ársins 2017 vegna flutninga á árslokastöðu 2016 og hið síðara yfirlit uppruna fjárheimilda, reikningsfærð gjöld og tekjur og stöðu í árslok 2016. Eins og fram kemur í töflu fylgir hér í nefndaráliti og ég les ekki hér upp, í 1. grein frumvarpsins gerð tillaga gjaldaheimildir hækki 1,2 milljarða króna. Vegna þess að innheimta markaðra tekna og annarra rekstrartekna stofnana reyndist hærri en áætlað var í fjárlögum. Almennt gildir að mismunur á endanlegum álögðum tekjum og áætluðum tekjum fjárlaga leiðir til jafnmikilla breytinga á fjárheimildum viðkomandi fjárlagaliðar. Með því móti eru viðkomandi ríkisaðilar jafn settir og áður, það þeir hvorki njóta góðs né tapa fjármunum á því að tekjur samkvæmt ríkisreikningi reynist ýmist hærri eða lægri en gert var ráð fyrir í fjárlögum. Í 2. grein gerð tillaga niðurfellingar á árslokastöðu, það afgangur eða halli fellur niður í árslok í stað þess að færast til næsta árs, sem nú meginreglan stöðu fjárheimilda. Í töflunni kemur fram að staðan í heild neikvæð 13,6 milljarðar króna í árslok en frávik eru í báðar áttir. Afgangsheimildir nema rúmum 40 milljörðum eða 40,3 milljörðum en umfram útgjöld tæpum 54 milljörðum. Af einstökum afgangsheimildum munar mest tæpa 8 milljarðar króna á liðnum fjármagnstekjuskattur og 5,8 milljarðar á liðnum ófyrirséð útgjöld. Tæpir 2 milljarðar á liðnum mestur í vegagerðinni, 1,3 milljarðar á liðnum 14.381 ofanflóðasjóður og loks 1,3 milljarðar á liðnum 08376 bygging sjúkrahúss á lóð Landspítalans. Samtals 40,3 milljarðar af afgangsheimildum koma 18,3 milljarðar eða 46% fram á þessum 5 liðum og í greinargerð frumvarpsins koma fram skýringar í nokkuð tilvikum svo sem vegna fjármagnstekjuskatts sem færist bæði til tekna og gjalda. Umfram gjöldin koma langmestu leyti fram á 2 liðum, annars vegar 27 milljarðar króna á liðnum lífeyrisskuldbindingar, eftirlaun og hins vegar 21 milljarður króna rúmur á liðnum niðurfærsla eignarhluta og hlutafjár. Samtals koma 89% umfram gjalda fram á þessum 2 liðum. Fjárheimildir vegna lífeyrisskuldbindinga byggjast á áætlunum breytingum skuldbindinga en gjöldin ráðast af niðurstöðu tryggingafræðilegra útreikninga og árið 2016 var mikill munur á milli áætlunar og niðurstöðu. Útgjöld vegna niðurfærslu eignarhluta og hlutafjár skýrist að mestu leyti að 20,5 milljarðar króna niðurfærslu á bókfærðu virði stofnfjár Seðlabanka Íslands vegna tap rekstrar bankans á árinu. Því til viðbótar eignarhlutur ríkisins nokkrum félögum færður niður á árinu til samræmis við eiginfjárstöðu þeirra í árslok 2016. Í greinargerð frumvarpsins koma fram vinnureglur fjármála- og efnahagsráðuneytisins í tengslum við ráðstöfun og stöðu fjárheimilda í árslok. Þar kemur meðal annars fram að staða í árslok almennt felld niður á lög- og samningsbundnum liðum, til dæmis vegna tilfærsluliða almannatrygginga þar sem útgjöldin ráðast fremur af lögbundnum ákvæðum en fjármálastjórn í starfsemi eða verkefnum lúta ábyrgð tiltekinna stjórnsýsluaðila og hægt að stýra án breytinga á viðkomandi lögum. Reglan engu að síður sú að stöður og rekstrar viðhalds- og stofnkostnaðarliðum færast á milli ára, sérstaklega frá og með gildistöku laga opinber fjármál. Flutningur á stöðu á sem flestum liðum ætti að leiða til bættrar áætlanagerðar þar sem
Ekki er hægt að komast undan því að bregðast við frávikum í árslok. Gert er ráð fyrir að 33,4 milljónir króna gjöld umfram heimildir verði felld niður í árslok eða 19,8 milljarða jákvæð staða verður flutt til ársins 2017 en það er heldur hærri fjárhæð en ára áður þegar að 16,8 milljarða króna jákvæð staða var flutt á milli ára. Mismunurinn skýrist ekki síst af bættri stöðu Vegagerðarinnar sem var neikvæð 224 milljónir króna árið 2015 en jákvæð tæpa 2 milljarða króna í árslok 2016. Á undanförnum árum hefur Ríkisendurskoðun gagnrýnt umfang flutningsheimilda milli ára, bæði umframgjöld og jákvæða stöðu og bent á að ekki sé eðlilegt að flytja sjálfkrafa neikvæða stöðu milli ára ef ekki eru samhliða gerðar ráðstafanir til þess að færa útgjöldin að fjárheimildum. Fjárlaganefnd hefur oft tekið undir þessa gagnrýni. Á árunum fyrir bankahrunið nam flutningur á milli ára upp undir 5% af heildarfjárheimildum ársins en þá dró verulega úr þeim þar til með þessu frumvarpi. Fluttar fjárheimildir nema 2% af heildarfjárheimildum ársins 2016. Nefndin fór yfir árslokastöðu og tillögur niðurfellinga heimilda, leitað var skýringa á stöðum þar sem frávik voru veruleg. Spurningum var beint til fulltrúa fjármála- og efnahagsráðuneytisins auk einstakra ráðuneyta. Viðunandi skýringar fengust frá öllum ráðuneytum. Misvægi einstakra viðfangsefna í allnokkrum tilfellum kemur fram misvægi í stöðu einstakra viðfangsefna hjá stofnunum þar sem er meira en eitt viðfangsefni. Þar eru sum viðfangsefni með mikinn afgang en önnur í samsvarandi halla. Í lokafjárlögum ársins á undan var sérstaklega tekið á þessu með millifærslu milli viðfangsefna en engu að síður eru dæmi þetta misvægi árið 2016. Nefndin beinir þeim tilmælum til ráðuneyta að huga sérstaklega að misræmi af þessu tagi og sjá til þess að það verði leiðrétt til frambúðar. Sérstaklega er þetta áberandi hjá heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni þar sem til dæmis staðan á heilsugæslusviði er jákvæð meira en 300 milljónir króna en á móti er hins vegar halli á sjúkrasviði. Þetta er mikilvægt að leiðrétta, ekki síst vegna þess að nú flokkast viðfangsefni heilbrigðisstofnana undir mismunandi málefnasvið og málaflokka og nefndinni kunnugt að velferðarráðuneytið hefur haft forgang leiðréttingar í þessa veru innan ársins 2017 og til frambúðar í fjárlögum hvers árs. Óráðstafar inneignir fjáraukalaga. Nefndin vekur athygli á að of algengt er að jákvæð staða í árslok skýrist af því að fjárveiting sem veitt var í fjáraukalögum er ónýtt í árslok. Hún hefur reyndar skilning á því að þar sem að árinu 2016 var í tvígang lagt fram frumvarp til fjáraukalaga. Fyrra frumvarpið var lagt fram í september og varð að lögum í október. En þar voru einungis gerðar breytingar á fjárheimildum vegna nokkurra útgjaldamála sem samþykkt hafði verið í ríkisstjórn fyrir árinu auk annarra ófyrirséðra útgjaldamála sem ekki var talið hægt að bregðast við innan gildandi fjárlaga. Seinna frumvarpið var lagt fram við óhefðbundnar aðstæður. Það var lagt fram á starfsstjórn þar sem ekki hefði tekist að mynda nýja ríkisstjórn í kjölfar alþingiskosninganna í lok október 2016, auk þess sem það var ekki lagt fram fyrir miðjan desember og samþykkt rétt fyrir jól. Engu að síður telur nefndin að stjórnvöldum beri að fylgjast betur með því að fjárheimildir séu nýttar á því ári sem þeirra er aflað. Afgangsheimildir sjóða. Umfangsmestu jákvæðu stöðurnar sem færast á milli ára eru hjá hinum ýmsu sjóðum. Þar munar langmestu ofanflóðasjóð þar sem útgjöldin eru innan fjárheimilda árum saman. Auk þess eru fjölmargir sjóðir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis sem tengja sjávarútvegi þar sem jákvæð árslokasstaða hækkar ár frá ári. Nefndin leggur áherslu á að gætt sé meira samræmis við áætlanagerð og fjárlögin endurspegli betur raunveruleg útgjöld viðkomandi sjóða. Breytingar og yfirfærslu í kjölfar nýrra laga opinber fjármál. Eins og komið hefur fram er frumvarp til lokafjárlaga nú lagt fram í síðasta sinn. Frumvarp til samþykktar á ríkisreikningi kemur í staðinn. Fjölmargar breytingar á reikningsskilum koma í fyrsta sinn til framkvæmda árið 2017. Nefndin telur nú að ástæða sé til þess að yfirfara og endurskoða verklagi í tengslum við flutning fjárheimilda umfram gjalda á milli ára. Í því sambandi er sérstaklega vakin athygli á því að nefndin mun leitast við að fækka þeim liðum þar sem áramótastaðan er felld niður. Rekstur sýslumannsembætta. Í kjölfar fækkunar á sýslumannsembættum var uppsafnaður hallarekstur þeirra
að fjárhæð 272,3 milljónir króna felldur niður í lokafjárlögum fyrir árið 2015. Niðurstöður frumvarpsins bera með sér að ekki hefur tekist að koma á jafnvægi í rekstri þeirra. Við afgreiðslu Alþingis á breytingum á lögum um sýslumannsembætti var lagt upp með ákveðnar breytingar til að treysta rekstur embættanna. Fjárlaganefnd vekur athygli á að dregist hefur að taka á rekstri embættanna og áætlanir um flutning verkefna hafa ekki gengið eftir að öllu leyti. Við eftirfylgni fjárlaga árið 2018 eru áætlanir um að rekstur þeirra verði komin í viðunandi horf. Fjárlaganefnd leggur áherslu á að í tengslum við fjárlagagerð fyrir árið 2019 hafi tekist að koma rekstri þeirra í viðunandi horf. Það eru því tilmæli nefndarinnar að farið verði yfir áform og forsendur fyrir fækkun embætta og skýrt hvers vegna áætlun um flutning verkefna gengur ekki alls kostar eftir. Niðurstaða nefndarinnar: þrátt fyrir ofangreindar ábendingar leggur nefndin ekki til fram breytingartillögur á frumvarpinu. Skýrist það meðal annars af því að langt er liðið frá árslok 2016 og því ákveðið óhagræði sem fylgir því að breyta bókhaldi ríkisaðila afturvirkt með breytingartillögum. Einnig er frumvarpið nú lagt fram í síðasta sinn og telur nefndin því eðlilegra að endurskoða verklag og reglur um ráðstöfun árslokastöðu í tengslum við innleiðingu laga um opinber fjármál. Nefndin leggur því til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Þorsteinn Víglundsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykkur áliti þessu en undir þetta nefndarálit skrifa öll hæstvirt fjárlaganefnd. Það er Willum Þór Þórsson formaður, Haraldur Benediktsson varaformaður, framsögumaður, Valgerður Gunnarsdóttir, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Björn Leví Gunnarsson, Páll Magnússon, Ágúst Ólafur Ágústsson, Birgir Þórarinsson, Ólafur Ísleifsson. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti, við erum hér að ræða frumvarp til lokafjárlaga í 2. umræðu fyrir árið 2016 og fyrirliggjandi nefndarálit hv. fjárlaganefndar sem hv. þingmaður og varaformaður nefndarinnar Haraldur Benediktsson fór svo ágætlega yfir hér í framsögu. Við erum hér með í þessum lokafjárlögum útgjöld einstakra liða þannig sett fram að gagnlegt er til þess að setja sig inn í forsendur ríkisreiknings og samanburð á útgjaldaheimildum ársins 2016 og útgjöldum fjárlagaliða fyrir sama ár. Í fylgiskjölum frumvarpsins er yfirlit um breytingar á fjárveitingum ársins 2017 vegna afgangsheimilda og umframgjalda í árslok 2016 og eru 19,9 milljarðar króna fluttir til ársins 2017. Í yfirliti 2 með frumvarpinu er svo upprunni fjárheimilda ársins 2016, reikningsfærð gjöld og staða í árslok er eins og fram kemur í töflu í nefndaráliti. Sú staða í árslok, gjöld umfram heimildir 13,6 milljarðar króna og mismunurinn á því er síðan flutt á milli ára og því sem fellt er niður í árslok, þar sem að 33,5 milljarðar eru þá felldir niður í árslok, svokallaðar umfram heimildir. Þess má geta að á árunum fyrir bankahrun var umfang á flutningi innistæðna milli ára það mikið að nettótalan náði meira en 5% af fjárlögum hvers árs. Var það gagnrýnt bæði af Ríkisendurskoðun og fjárlaganefndum þess tíma að umfangið væri, hversu mikið það umfang væri. Eftir hrun dró úr inneignum og nú er lagt til að fluttar verði heimildir sem nema 2% af fjárlögum. Þær tölur sem við greinum hér eru þannig tölur í samræmi við fjárlög, fjáraukalög og niðurstöðu ríkisreiknings. Segja má að þær eftir á heimildir að orða má með þeim hætti og má sjá í þeirri töflu sem að fram kemur í nefndaráliti 1.251 milljón króna sem að koma til vegna þess að markaðar tekjur og aðrar tekjur stofnana reynast hærri en áætlað var í fjárlögum. Það sé birtingarmynd þess fyrirkomulags sem við erum að reyna að breyta og vísa ég þá til frumvarps þess sem við samþykktum á dögunum með samþykkt á lagabreytingum á ýmsum lögum markaðar tekjur.
Það sem markmiðið með því er meðal annars að komast út úr þessu fyrirkomulagi að veita eftir á heimildir. Ætla ég að vísa hér í það sem sagt í nefndaráliti fjárlaganefndar með leyfi forseta, að það samræmist ekki fjármálastjórn rammafjárlagagerðar sem miðar að því að halda útgjöldum innan fyrirfram ákveðins útgjaldaramma, að fjárheimildum stofnana sé breytt eftir á í lokafjárlögum út frá reikningsuppgjöri markaðra tekna liðins árs í stað þess að þær haldist í hendur við þá áætlanagerð og forgangsröðun sem ákveðin var í fjárlögum. Meðal annars eitt af meginmarkmiðum og helstu röksemdum fyrir framlagningu þess frumvarps sem tengjast fjárstýringu ríkisins eru að ákvarðanir ráðstöfun á ríkistekjum verða einungis teknar í fjárlögum og fjáraukalögum og að eftir á heimildir í lokafjárlögum leggist þar með af. Lokafjárlög með því sniði sem við ræðum hér staðfesta niðurstöðu ríkisreiknings og segja til flutning á innistæðum og skuldum milli ára og eru nú lögð fram eins og ég sagði í síðasta sinn. Þau hafa verið álögð allt frá árinu 1997 með lögum frá því ári, nr. 88 frá 1997 fjárreiður ríkisins. Viðtekur frumvarp í samræmi við lög opinber fjármál, nr. 123 frá 2015 samþykkt ríkisreiknings, þar sem áfram verður kveðið á flutning innistæðna og skulda milli ára. En í 58. grein laga opinber fjármál segir, með leyfi forseta, að ráðherra skuli leggja fram frumvarp á Alþingi til staðfestingar ríkisreikningi. Í greinargerð með frumvarpinu segir að skuli fjalla niðurstöður reikningsins og gera grein fyrir frávikum tekna, útgjalda og lánamála frá samþykktum heimildum Alþingis. En frumvarpið nú sem þau verða sem sagt flutt hér í hinsta sinn í þessu formi byggir á bráðabirgðaákvæði laga opinber fjármál. Og ætla ég að vísa hér í lögin aftur með leyfi forseta að þrátt fyrir ákvæði 68. greinar þá skulu frumvörp til fjáraukalaga og lokafjárlaga til og með árinu 2016 fylgja ákvæðum laga fjárreiður ríkisins, nr. 88 frá 1997. Sama gildir ársreikning ríkisaðila til og með árinu 2016. Ég held nú, virðulegi forseti, að upphaflega hafi það nú verið ætlunin að þetta myndi fylgjast að, og það hafi ekki náðst. Þessu til viðbótar má segja að þrátt fyrir að gert hafi verið ráð fyrir að leggja skuli lokafjárlagafrumvarp fram samhliða útgáfu ríkisreiknings og þá ítreka ég það sem ég sagði hér að það hefur nær aldrei orðið raunin en svona mislangur tími þar á milli. Ekki heldur nú þegar frumvarpið var lagt fram í desember þar sem ríkisreikningur 2016 var fullgerður 6 mánuðum fyrr. Gera má því ráð fyrir því framvegis að úr þessu verði bætt með þeim hætti að frumvarp samþykkt ríkisreiknings verði lagt fram samhliða framlagningu á reikningnum sjálfum. Það verklag hefur tíðkast á undanförnum árum að vinnuhópur á vegum fjárlaganefndar hefur fundað með embættismönnum fjármálaráðuneytisins og hefur fjárlaganefndin með því vinnufyrirkomulagi nýtt frumvarpið til þess að afla ítarlegri skýringa vegna tiltekinna frávika gjalda og fjárheimilda. Í staðinn má segja eða ætla að með nýjum lögum komi virkara eftirlit með framkvæmd fjárlaga sem ríkur þáttur í lögunum opinber fjármál og fjalla í 4. kafla í þeim lögum. Og þar segir, með leyfi forseta, ætlað að stuðla að virkara eftirliti með stjórn og ráðstöfun opinbers fjár og leiða til aukins aga við framkvæmd fjárlaga með því að ábyrgð og skyldur á framkvæmd fjárlaga eru skýrðar. Lögð áhersla á stefnumótun ríkisaðila og aukin áhersla jafnframt lögð á eftirlit hvers ráðherra með útgjaldaþróun málaflokka og ábyrgð forstöðumanna á rekstri ríkisaðila. Þetta verklag hv. fjárlaganefndar var einnig viðhaft nú og aflað ítarlegra skýringa vegna tiltekinna frávika gjalda og fjárheimilda og farið yfir eins og segir í nefndaráliti og þá var farið yfir árslokastöðu og tillögur niðurfellingar heimilda og leita sérstaklega skýringa á stöðum þar sem frávik voru veruleg. Nokkrar ábendingar koma fram í álitinu og hv. framsögumaður Haraldur Benediktsson og varaformaður
nefndarinnar fór ágætlega og rakti það hér í sinni framsögu, en ég vil vekja sérstaklega athygli á að stjórnvöld verða að bæta úr því misræmi þegar útgjöld virðast ekki bókfærð á réttan kostnaðarstað eða viðfangsefni. Þannig að skipting fjárheimilda er ekki í samræmi við útgjöldin. Þann lið sem hv. framsögumaður fór yfir og kemur jafnframt fram í nefndarálitinu og lýtur að slíku misvægi milli einstakra viðfangsefna, er þeim tilmælum beint til ráðuneyta að huga sérstaklega að slíku misræmi og sjá til þess að verði leiðrétt til framtíðar. Má segja að þetta lúti að hluta af því sem við myndum kalla skilvirkara bókhaldi og þar með fjárstýringu, þannig að kostnaður lendi á þeim stöðum sem þeir eiga heima. Hv. framsögumaður kom hér jafnframt inn á að nefndinni sé kunnugt að gangskur hafi verið gerð að þessu, meðal annars í velferðarráðuneytinu, og haft forgöngu leiðréttingar í þessa veru innan ársins 2017 og það er vel. Hv. fjárlaganefnd vonast til þess að þess sjáist stað í fjárlögum hvers árs til frambúðar. Eins og ég sagði hér áðan og hefur komið fram og meðal annars í nefndaráliti að við erum hér að leggja þetta fram í síðasta sinn og ég vil þakka hv. fjárlaganefnd og nefndarmönnum fyrir vinnuframlag í þessu verklagi nefndarinnar við úrvinnslu málsins. Voru haldnir vinnufundir, eins og ég segi, og farið yfir árslokastöður og helstu frávik könnuð og ég þakka það vinnuframlag og samstöðu í nefndinni og ég geri nú ekki ráð fyrir öðru en að frumvarpið verði samþykkt svo búið og óbreytt. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég ætla líka aðeins að tjá mig hér lokafjárlögin fyrir árið 2016. Það er auðvitað alltaf svolítið skondið þegar maður er að ræða gömul mál í sjálfu sér, svona löngu seinna, og kannski ekkert óeðlilegt í sjálfu sér að jafnvel að fólk takist á eins og oft hefur verið hér, þó að fjárlaganefnd hafi iðulega komist sameiginlega niðurstöðu og lagt fram sökum þess að hér er verið að fjalla eitthvað sem hvort sem er búið og gert, og kannski heldur ekki eins og núna hefur verið ríkisstjórnarskipti og kosningar nokkuð ört, að þá er eðlilegt að kannski, ég vil nú ekki endilega segja að fólk leggi blessun sína yfir það sem gert heldur í sjálfu sér að það er litlu eða engu hægt að breyta sem slíku. Við höfum þó gert það í gegnum tíðina, eins og hér hefur aðeins verið rakið, þá höfum við fellt niður eitt og annað og staðið saman að því. Það hefur snert stofnanir sem hafa átt í erfiðleikum og einhvern veginn ekki geta undið ofan af, eins og hér hefur verið bent á og kemur fram í þessu áliti meðal annars, að þá eru það meðal annars sýslumenn. Ég ætla aðeins að ræða betur á eftir. En ég held að orðræðan inn í fjárlaganefnd núna frá því að ég settist í hana 2013, að þá höfum við verið nokkuð samhent í því að vilja reyna að lagfæra og breyta og bæta hvernig ákvarðanir eru teknar. Og við höfum fram til þessa, svona í þessum álitum sem fram hafa komið lokafjárlög, gagnrýnt hvernig hlutir eru færðir, og eins og hér er einmitt áfram verið að ítreka við ráðuneyti að það vantar, virðist alltaf vera í ríkisbókhaldi einhvers konar samtíma nálgun, samtíma færslu, að það myndist ekki mismunur á milli liða, eins og hér er einmitt tekið heilsugæslusviði þar sem er jákvætt með 300 milljónir en halli á sjúkrasviði. Þetta er eitt af því sem held ég hvert skipti sem ég fjalla lokafjárlög höfum við verið að benda á. Það er að lagast. Ég ætla ekki að neita því og það hefur breyst, en
við þurfum, held ég, í fjárlaganefnd að vera afskaplega mikið á tánum til þess að passa þetta, því að þetta hefur átt við bæði gjaldaliði og inneignir og gjaldfærslur og annað slíkt, og meira segja má alveg segja að lokafjárlögin hafa á köflum hreinlega verið notuð sem fjáraukalög. Það er eiginlega bara nánast hægt að segja það. Og það er eitt af því sem nefndin hefur, held ég, verið nokkuð samhent að reyna og vilja reyna að breyta. Og þó að þetta sé í síðasta sinn sem að þau eru lögð fram með þessum hætti, þá er eftirfylgnin í okkar höndum, af því að það er líka kannski það sem við stöndum frammi fyrir, og ég viðraði hér þegar við ræddum lögin opinber fjármál, að þá erum við að fá inn bara frumvarp til samþykktar ríkisreikning. Við staðfestum það í rauninni bara, og við höfum getað tekið lokafjárlögin inn í nefnd og við höfum getað gert breytingar, við höfum getað sem þing gert eitthvað með það, en nú verður þetta bara í rauninni tilkynnt í þinginu, niðurstaðan. Þannig að talandi að valdi færist frá þingmönnum og allt það, að þá erum við að ræða hér þúsundir færslna sem að við höfum þá í rauninni ekkert að segja allavega í því ferli, og þá, af því við erum nú að smíða þetta ferli ennþá opinber fjármál, að þá held ég að við þurfum einmitt að fylgja því vel eftir í skýrslum ráðherra og í öðru því sem að við fáum inn á borð til okkar sem fylgir hinum nýju lögum, og svona velta ég aðeins fyrir okkur hvernig við getum einhvern veginn náð utan þetta og haft eitthvað það að segja. Það er svona kannski það sem ég hef verið svolítið að velta fyrir mér, af því að þó að við séum að fjalla hér lokafjárlög og eitthvað sem er löngu liðið, að þá, og ég meina það er alltaf bagalegt að standa frammi fyrir því einhvern veginn, þetta er orðinn hlutur, en þá höfum við samt haft tækifæri, höfum við talið ástæðu til, og við til dæmis gerðum það í sameiningu, man ég, að við lögum stöðu heilsugæslunnar, við lögum stöðu sýslumanna, þannig að það var eitthvað sem að þingið taldi skipta máli, þannig að það er eitthvað sem að ég velti fyrir mér hvort að við getum komið að með einhverjum öðrum hætti heldur en bara beinlínis í gegnum fjárlög, ef að eitthvað slíkt kemur upp á sem ekki er hægt að vinna úr með öðrum hætti sem að lögin eiga vissulega að ná yfir. En það er nú svo sem eitthvað, eins og ég segi, sem að við þurfum að kannski læra betur inn á í meðförum og umfjöllun þennan lagapakka opinber fjármál. En það er líka oft þannig þegar og það er ekkert öðruvísi með þessi lokafjárlög, það er svona pínu snúið og ekkert auðvelt fyrir þingið að átta sig á textunum sem eru í greinunum varðandi lokafjárlögin, er ekkert auðvelt að átta sig á því til dæmis hvað flyst á milli ára, eða þar að segja yfirlit yfir ókláruð verkefni, eða maður einhvern veginn sér bara pluss og mínus að flytjast á milli ára á sömu liðunum og ekki endilega skýringar á því. Við hins vegar fórum í töluverða vinnu núna, nefndin, ásamt starfsmönnum okkar sem að ber að þakka fyrir velunnin störf í þessu samhengi sem og svo mörgu öðru, ásamt því að vinna með ráðuneytunum og svona fá svör við spurningum og útskýringar á því sem að við ekki alveg áttuðum okkur á hvers vegna var, og eins og framsögumaður rakti hér ágætlega, þá fengum við nú svona yfirlit nokkuð yfir það, þannig að við vitum hvað er að baki þessu. Ég hef talað töluvert kannski einstaka mál sem að hér eru, eða stofnanir sem að hér eru undir, Vegagerðina og ofanflóðasjóð, þar sem að til dæmis útgjöldin eru innan fjárheimilda árum saman. Ég hef gagnrýnt á og ég geri það enn, af því ég vil að við heimilum útgreiðslu til að sinna þeim verkefnum sem eru, því þau eru til staðar. Þannig að það hefur verið einhver tregða í því að nýta þessar heimildir sem að sjóðurinn á, og mér þykir það bagalegt, því að við erum að tala öryggismál í því sambandi, og það er eitt af því sem við þurfum að
ræða inn í fjárlaganefnd og fá ráðuneytið að mínum mati á okkar fund og taka stöðuna til næstu 5 ára á meðan að þessi ríkisfjármálaáætlun lifir, hvernig þeir sjá það fyrir sér varðandi ofanflóðasjóð og hver svona verkefnin eru þar framundan. En hér auðvitað rakið líka þetta með að við þurfum að yfirfara og endurskoða verklag í tengslum við flutning heimilda og umframgjalda á milli ára og ég segi, eins og ég segi aftur, ég held að við þurfum að finna út hvar það er sem að við getum gert það. Á hvaða tímapunkti getum við gripið inn í þetta eða hvað. Eins og ég segi, það eru ráðherrar eiga að flytja okkur skýrslu, nú fer svo fyrsta líta dagsins ljós vænti ég núna ég ætli við fáum þær ekki í upphafi þings eða jafnvel ef að nefndin fundar fyrir upphaf þings að þá gæti það nú verið fyrstu verkefnin. En mér langaði aðeins að ræða sýslumennina af því að við tökum þá sérstaklega fyrir í þessu nefndaráliti og ég hafði skoðun á því þegar að það var tekið hér í gegn af þáverandi innanríkisráðherra Ögmundi Jónassyni og það var allur þingsalurinn sammála nema ég. Af því ég hef, hvað á maður að segja, það er eiginlega vont að þurfa að segja, það hefur raungerst það sem ég þá sagði og hafði áhyggjur af. Það er að segja að verkefnaflutningurinn hefur ekki gengið eftir, sýslumenn sitja upp í sumir hverjir auðvitað eða embættin í of stóru húsnæði og svo framvegis. Þannig að mér hefur svona þótt einhvern veginn því miður að segja það að það hefur ekki gengið eftir og þetta eru þessi opinberu störf í hinum dreifðu byggðum sem að maður vill ekki láta fækka. En nú ætlar Ríkisendurskoðun að fara í gegnum eða gera úttekt á þessari sameiningu þegar að sýslumannsembættunum var fækkað úr 24 í 4 í 9 og löggæslan aðskilin frá. Þannig að það er auðvitað bara verður mjög áhugavert að sjá hvort að þeir telja markmið með sameiningunni hafi náðst. Því að eins og ég segi, neikvæður höfuðstóll meira og minna umfram fjárheimildir hefur verið frá því bara þeir voru stofnaðir 1. janúar 2015. Þannig að Ríkisendurskoðun ætlar líka að skoða hvaða mögulega leiðir eru til fjárhagslegar eða til úrbóta og á frumkvæði í rauninni af þessu og ætlar að fara vel yfir bæði lög og reglugerðir sem að tengjast sýslumönnum, skipulag og fjármál embættanna, verkefnin, verklagsreglurnar og eftirfylgni. Þannig ég held að það verði eitthvað sem að við þyrftum að fá líka til okkar þegar sú skýrsla liggur fyrir því að þetta er eitthvað sem hefur verið töluvert á okkar borði. Og ég vona það að það líði ekki langur tími þangað til að þetta liggur fyrir og þetta geti líka verið jafnvel eitt af því sem við getum tekið fyrir á þessu ári. Ég vona það svo sannarlega. Því að já, eins og ég held að þetta sé bara afskaplega mikilvægt til framtíðar og út í hinar dreifðu byggðir. En ég ætla bara að þakka formanni fjárlaganefndar fyrir það að það er mikilvægt að nefndin standi öll að svona máli og þó að við höfum ekki gert neina tillögur að neinum breytingum að þessu sinni að þá auðvitað skiptir máli að geta tekið höndum saman eitthvað þó að eins og ég sagði áðan að þetta sé eitthvað sem er búið að gert að þá hefði geta komið fram tillögur breytingar, það gerðu það ekki. En virðulegi forseti, ég ætla að láta þessu loki og þakka bara félögum mínum í fjárlaganefnd fyrir samstarfið í þessu sem og öðru því eins og ég segi við áttum langan og góðan fund og fleiri en einn það að fara í gegnum þetta lið fyrir lið til að reyna að átta okkur á hvað það væri sem og hvort það væri eitthvað sem við vildum þá leggja til hér til breytinga. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, hér nú bara ein lítil spurning af því að hér er verið að tala lokafjárlög sem eru staðfesting á ríkisreikningi ársins 2016. Á
Hv. þingmaður, honum fannst tilefni til þess að draga það fram að ekki hefur verið gerðar breytingartillögur. Ég vil bara spyrja hv. þingmann hvaða svigrúm er fyrir breytingartillögur í lokafjárlögum sem er fyrst og fremst til þess að staðfesta ríkisreikning sem er komin fram og er mikið svigrúm fyrir hv. fjárlaganefnd að gera þarna breytingar. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka þingmanninum andsvarið. Fjárlaganefnd hefur búið sér til svigrúm eins og hv. þingmaður þekkir undanfarin ár þegar við felldum hér niður á heilsugæsluna, þegar við felldum niður á sýslumenn og svo framvegis. Þá var það ákvörðun nefndarinnar. Við hins vegar ákváðum að gera það ekki núna þar sem langt er liðið frá því að þetta var sérstaklega langt liðið, að gera það ekki, heldur að reyna að fara ofan í ástæðurnar eins og ég rakti hér til dæmis með sýslumenn. Það var eitt af því sem kom inn á borð hjá okkur, hvort að við ættum að gera það eða ekki. Ég tel að það sé alltaf hægt að finna eitthvað smá svigrúm þegar ekki svo stórkostlega tölur að ræða, en það getur skipt embættin til dæmis í þessu tilfelli miklu máli. En við ákváðum bara að gera það ekki. Þannig að ég meta þannig að ef við hefðum lagst yfir það, þá hefðum við fundið leið til þess að gera það. Og veitir ansvar síðari sinni, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Já, herra forseti, ég bara rifja það upp hér að ég var nú lengi í fjárlaganefnd að ég man ekki eftir nema að einu sinni hafi öll nefndin verið á lokafjárlögum, einmitt vegna þess að lokafjárlög til staðfesta ríkisreikning. Það kom upp ástæðu til þess að fara í halaklippingar þegar við vorum að fara yfir í nýtt fyrirkomulag sem að tengdist lögum opinber fjármál. Það var möguleiki á því og við gerðum það á sínum tíma. Annars hefur sem betur fer nefndin geta verið sammála lokafjárlög, enda eru þau til þess að staðfesta ríkisreikning. Og við erum búin að fara í umræður og tillögugerð og breytingartillögugerð og takast á allt ferli fram að því. Og nú stöndum við hér vorið 2018 og erum að fjalla lokafjárlög fyrir árið 2016. Og enn og aftur líður langur tími, of langur tími, finnst mér, frá því að staðfestingin kemur á ríkisreikningnum, frá því að hann kemur fram. Og ég vil bara spyrja hv. þingmann hvort að hv. fjárlaganefnd hafi ekki einmitt gert við það athugasemdir aftur, að hversu langur tími líður þarna á milli og hvernig, og forvitnast það kannski leiðinni, hvaða menn eru núna, hvaða áform eru uppi að kippa þessu vinnulagi í lag. Og svarar ansvari síðara sinni, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka þingmanninum ansvarið. Byrjaði að segja varðandi vinnulag, þetta eru síðustu lokafjárlögin okkar sem við leggjum fram með þessum hætti. Og það var kannski ein af ástæðunum fyrir því að eins og hv. þingmaður nefndi líka að það er svo langt liðið og við gerum að sjálfsögðu athugasemdir við það og það er meðal annars það sem kannski er niðurstaða nefndarinnar og kemur fram hér í nefndarálitinu. Það er þetta óhagræði sem felst í því að breyta einhverju svona langt aftur eins og hér er að ræða og við höfum talað það að endurskoða verklag og reglur ráðstöfun ásloka í nefndum. Við höfum ekki farið ítarlega yfir það eins og ég rakti hér í ræðu minni áðan að þá er það líka einhvers staðar, við þurfum að átta okkur á því hvar í ferlinu við getum gripið inn í. Af því að mér finnst það skipta máli. Við höfum getað haft áhrif fram til þessa á lokafjárlög. Núna fáum við bara tilkynningu niðurstöðu samkvæmt nýjum lögum opinber fjármál. Þannig að þegar við höfum verið að tala að valdið færist frá þingi yfir til framkvæmdarvalds, eins og mörg okkar hafa hér haft uppi mörg orð og þar á meðal sú sem hér stendur,
að þá finnst mér þetta vera eitt af því sem að auðvitað í fyrsta lagi er vont að það komi svona seint, en hvernig við getum dregið þetta nær, og Ríkisendurskoðun sagði okkur nú hreinlega frá því að líklega verður ríkisreikningur seinna á ferðinni heldur en upphaflega var áætlað, því miður, en ég vona svo sannarlega að þetta sé ferli sem að kemur til með að vera nær okkur í rauntíma, því að við auðvitað gerðum hér samkomulag eins og hv. þingmaður man eftir og það sem við felldum niður á tilteknum stofnunum, þannig að þyrfti ekki að koma til ákveðnar skerðingar á þjónustu þar, og auðvitað var það sértæk aðgerð, sú halaklipping sem þar átti sér stað, og eitthvað sem maður vill ekki láta gerast, heldur að það verði þá fjárveitingar eins og hér hefur verið sagt sem að duga til. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, frumvarp þetta markar vatnaskil að því leyti að hér er á ferð síðustu lokafjárlög sem koma til kasta Alþingis. Sá háttur að ljúka fjárhagsmálefnum tiltekins almanaksárs með lokafjárlögum en eftir afgreiðslu þessa máls heyra sögunni til. Við erum að feta okkur í átt til nýrra tíma í ríkisbúskapnum á grundvelli laga opinber fjármál frá 2015 sem að marka honum nýja umgjörð. Mál af þessu tagi verður ekki fjallað öðruvísi heldur en að víkja stuttlega að flutningi heimilda milli ára, og það er eins og fram kemur í nefndaráliti hefur Ríkisendurskoðun gagnrýnt umfang flutningsheimilda milli ára, bæði umframgjöld og jákvæða stöðu, og bent á að ekki sé eðlilegt að flytja sjálfkrafa neikvæða stöðu milli ára ef ekki séu samhliða gerðar ráðstafanir til að færa útgjöldin að fjárheimildum. Fjárlaganefnd hefur oft tekið undir þessa gagnrýni. Ef að litið er á tölur í þessum efnum kemur fram að á árunum fyrir bankahrunið nam flutningur milli ára upp undir 5% af heildarfjárheimildum ársins, en það dró umtalsvert úr þeim þar til með þessu frumvarpi fluttar fjárheimildir nema 2% af heildarfjárheimildum ársins 2016. Það er rakið í greinargerð frumvarpsins hvaða vinnureglur stuðst hefur verið við af hálfu fjármála- og efnahagsráðuneytisins í tengslum við ráðstöfun á stöðu fjárheimilda í árslok. Rétt að geta þess sem að þar kemur fram að staða í árslok er almennt felld niður á lögbundnum liðum og samningsbundnum. Til dæmis má taka tilfærsluliði almannatrygginga þar sem útgjöld ráðast kannski ekki síst af lögbundnum ákvæðum, en fjármálastjórn í starfsemi eða verkefnum sem lúta ábyrgð tiltekinna stjórnsýsluaðila og hægt er að stýra án breytinga á hlutaðeigandi lögum. Það hefur engu að síður verið höfð uppi sú regla að stöður á rekstrar-, viðhalds- og stofnkostnaðarliðum færast á milli ára, og þetta á sérstaklega frá og með gildistöku laganna sem áður er getið opinber fjármál. Flutningur stöðu á sem flestum liðum, sem er auðvitað markmiðið, ætti að leiða til bættrar áætlanagerðar þar sem ekki er hægt að komast undan því að bregðast við frávikum í árslok. Herra forseti, í samræmi við eftirlitshlutverk sitt hefur, eins og hér var ítarlega rakið í máli framsögumanns, hv. þingmanns Haraldar Benediktssonar, hefur fjárlaganefnd haft uppi ýmsar athuganir og sér ástæðu til að koma á framfæri í sínu nefndaráliti ýmsum ábendingum. Ég þarf ekki að fara yfir þetta í löngu máli, en
vil gjarnan nefna nokkur atriði í þessu sambandi. Eitt er þetta að nefndin fór yfir afsláttastöðu og tillögur niðurfellingar heimilda. Leitað var skýringa þar sem frávik voru veruleg. Niðurstaðan er sú að viðunandi skýringar að dómi nefndarinnar fengust frá öllum ráðuneytum. Annað mál sem upp er í þessu sambandi er misvægi milli einstakra viðfangsefna. Það kemur fram í, eins og það er orðað, allnokkrum tilfellum. Misvægi á stöðu einstakra viðfangsefna hjá stofnunum þar sem meira en eitt viðfangsefni er uppi. Það kemur jafnvel fyrir að sum viðfangsefni eru með mjög mikinn afgang en önnur samsvarandi halla. Ég skal ekki orðlengja þetta en nefndin beinir þeim tilmælum, svo að það sé áréttað hér, að beinir þeim tilmælum til ráðuneyta að huga sérstaklega misræmi af þessu tagi og sjá til þess, eins og komist er að orði, að það verði leiðrétt til frambúðar. Það er sérstaklega nefnt að þetta sé áberandi hjá heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni, þar sem til dæmis staðan á heilsugæslusviði er jákvæð meira en 300 milljónir króna en á móti vegur halli á sjúkrasviði. Það eru sömuleiðis ábendingar óráðstafaðar inneignir fjáraukalaga og nefndin telur að stjórnvöldum ber að fylgjast betur með því að fjárheimildir séu nýttar á því ári sem þeirra er aflað. Af öðrum atriðum sem þarna er fjallað og gert hefur verið á vettvangi nefndarinnar eru afgangsheimildir sjóða. Þar munar mestu ofanflóðasjóð en einnig fjölmargir sjóðir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis sem tengjast sjávarútvegi þar sem að jákvæð afsláttarstaða hefur reynst hafa hækkað ár frá ári. Niðurstaða nefndarinnar er sú að leggja áherslu á að gætt sé meira samræmis á áætlanagerð og að fjárlög endurspegli betur raunveruleg ætluð útgjöld hlutaðeigandi sjóða. Eins og hér hefur komið fram tók nefndin sérstaklega fyrir rekstur sýslumannsembætta og ber að undirstrika það og árétta að það eru tilmæli af hálfu fjárlaganefndar að farið verði yfir áform og forsendur fyrir fækkun embætta og það verði skýrt hvers vegna áætlun flutning verkefna gengur ekki eftir. Enn og aftur minni ég á eftirlitshlutverk fjárlaganefndar með framkvæmd fjárlaga. Í hinni nýju veröld sem við nú göngum til móts með hinum nýju lögum opinber fjármál, ég leyfi mér enn að kalla þau nýju þó að þau séu frá 2015, en þar eru miklar skyldur lagðar á aðila, sérstaklega ber að taka fram að hver ráðherra skal hafa reglubundið eftirlit með fjárhag svonefndra ríkisaðila í A-hluta sem málefnasviði hans heyra til og ráðherra ber að greina og bregðast við áhættu og veikleikum í rekstri. Hér er mikil skylda lögð á ráðherra. Og ef hætt er á að útgjöld verði umfram fjárveitingar, þá skal, samkvæmt lögunum, ráðherra leita leiða til að, og svo kemur upptalning, lækka gjöld innan ársins, millifæra fjárveitingar innan málaflokka og nýta varasjóði þannig að útgjöld verði ekki umfram fjárveitingar. Sömuleiðis er lögð á ráðherra sú skylda að skila greinargerð til fjármálaráðherra samanburð raunútgjalda og fjárheimilda fyrir þá málaflokka sem undir hann heyra og þetta skal gera ársfjórðungslega því að það er sérstaklega tekið fram að þetta skuli gera fyrir hvern ársfjórðung þar sem byggt er á útgefnu uppgjöri ríkissjóðs fyrir sama tímabil.
ef að sú staða er uppi að markverð frávik, eins og það er orðað, séu á milli raunútgjalda og fjárheimilda og jafnvel ef ástæða er til að ætla að svo verði, þá skal hlutaðeigandi ráðherra án tafar gera fjármálaráðherra grein fyrir ástæðum þessa og meira til þeim ráðstöfunum sem hann hefur gripið til eða hyggst grípa til að koma í veg fyrir frávik milli raunútgjalda og fjárheimilda. Síðan í framhaldi af þessu skal ráðherra upplýsa ríkisstjórn og fjárlaganefnd Alþingis eins og oft og ástæða er til og eigi sjaldnar en ársfjórðungslega framkvæmd fjárlaga og fjárhagslega framvindu ríkissjóðs. Hér eru hlutirnir heldur betur, herra forseti, í gadda slegnir. Það er lögð á aðila upplýsingaskylda varðandi frávik frá rekstraráætlunum. Hún er meðal annars á þann veg að forstöðumaður ríkisaðila, eins og það heitir, í A-hluta skal upplýsa hlutaðeigandi ráðherra án tafar frávik frá rekstraráætlun. Greina skal frá ástæðum þeirra og hvernig fyrirhugað er að bregðast við þeim. Lögð er á ráðherra sú skylda að upplýsa forstöðumann innan 15 daga afstöðu sína til fyrirhugaðra viðbragða og falli hann ekki á tillögurnar skal hann innan sama tímafrest leggja fyrir forstöðumanninn að bregðast við með nánar tilgreindum hætti þannig að settum markmiðum verði náð. Ég skal ekki rekja þetta frekar en eins og sjá má að þá eru hlutirnir afmarkaðir með mjög skýrum og afmörkuðum hætti í lögunum opinber fjármál. Það eru nokkur atriði sem er mikilvægt að árétta hér, herra forseti. Það er meðal annars þetta: útgjöld sem eru umfram fjárheimildir í árslok skulu dragast frá fjárheimild næsta árs. Taki menn eftir því. Hlutaðeigandi ráðherra skal þá án tafar greina ráðherra frá því hvernig hann hyggst tryggja að markmið fjárlaga yfirstandandi fjárlagaárs séu virt komið til frádráttar. Hafi fjárheimild ekki verið nýtt að fullu í árslok getur hlutaðeigandi ráðherra óskað eftir því við ráðherra að hinni ónýttu fjárheimild verið ráðstafað næsta ári í heild eða hluta, enda verði henni ráðstafað til að mæta útgjöldum sem hafa frestast eða fyrir liggi skýr hagkvæmnisrök. Hér er sömuleiðis uppi að ráðherra er falið að setja reglur að höfðu samráði við fjárlaganefnd Alþingis uppgjör fjárheimilda samkvæmt því sem áður greinir og hvernig skuli fara við gerð útgjaldaáætlana. Herra forseti, ég legg áherslu á að þeir þættir sem ekki lúta ákvörðunarvaldi ráðherra eru giska fáir þegar grannt er skoðað. Ég vil einnig árétta ábyrgð ráðherra samkvæmt hinu nýja skipulagi sem tekur við í framhaldinu. Nú ber ráðherra að leita allra leiða til að koma í veg fyrir að kostnaður reynist meiri en fjárheimildir og grípa tímanlega til allra ráða til að koma í veg fyrir hallarekstur. Framvegis flyst hallareksturinn til næsta árs. Þá ber að taka á honum og ekki verður lengur unnt að ganga út frá því að halli verði felldur niður enda er slík framkvæmd ótæk í rekstrarlegu tilliti. Ég tel að með þessum hætti sem hér hefur verið rakinn og lögfestur hefur verið aukist agi og leið fagmennska í rekstri ríkisins sem er jákvætt fyrir alla aðila, þingheim, framkvæmdarvaldið og borgarana. Hér er því mikið framfaraskref að ræða, herra forseti. Ég vil í lok máls míns, herra forseti, gera að umræðuefni þóttu sem að tala hér lokafjárlög fyrir árið 2016, málefni sem að nú er uppi, en það er umgengni ríkisstjórnarinnar við lögin opinber fjármál eins og hún birtist í því að hún hyggst hagnýta sér fé úr hinum almenna varasjóði
þessar mundir. Hér ræður að taka fé úr hinum almenna varasjóði til vegaframkvæmda sem út af fyrir sig eru þarfar og brýnar, í stað þess að gera ráð fyrir fé til þessara framkvæmda í fjárlögum eða fjármálaáætlun. Ráðstöfun fjár úr hinum almenna varasjóði er bundin ströngum skilyrðum og þau skilyrði eru talin upp í 24. grein laga um opinber fjármál. Varasjóðnum hinum almenna er ætlað að bregðast við útgjöldum sem eru tímabundin, ófyrirsjáanleg, óhjákvæmileg og ekki unnt að bregðast við með öðrum hætti samkvæmt lögunum um opinber fjármál. Með notkun fjár úr þessum sjóði sem bundin er svo ströngum skilyrðum og skýrt er tekið fram í greinargerð, herra forseti, að túlka beri þröngt, er teflt á tæpasta vað svo ekki sé meira sagt. Hvað er ófyrirsjáanlegt við að lélegir vegir komi illa undan vetri og frosti? Vita þetta ekki allir, herra forseti? Þetta jaðrar, leyfi ég mér að segja, við misbeitingu á 24. grein laganna og skapar, leyfi ég mér aftur að segja, hættulegt fordæmi sem í raun felur í sér að ráðherrum telji sér frjálst að nýta fé sjóðsins að geðþótta. Þetta gengur þvert á lögin. Eigi þetta vera svona, væri kannski hreinlegra að fella brott 24. greinina hinn almenna varasjóð. Honum er ætlað að bregðast við aðstæðum sem raktar eru í lagagreininni, sem hér hefur verið vísað til, 24. greininni. Þannig að það væri skaði að því að missa þennan almenna varasjóð fyrir ofurborð. En framkvæmd eins og sú sem hér hefur verið lýst og nú er uppi, eins og nú horfir, sýnir að ákvæðið nær ekki tilgangi sínum þegar efnið þess er ekki virt, eins og þetta dæmi er því miður til marks um. Næstur á mælendaskrá er hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Það verður að segjast að þetta eru í raun og veru fjáraukalög. Jú, þó að sé einhver stimpill og staðfestinga og ríkisreikningur og svoleiðis, þá er þetta í raun og veru fjáraukalög. Venjulega er mjög mikil umræða fjáraukalög en einhvern veginn þá gerist það ekki í lokafjárlögum. Þau eru svona eftir á, það pínulítið öðruvísi, en samt raunni fjáraukalög. Og þegar að það er hugsað þetta svona að það er búið að stofna til einhverja útgjalda sem að er verið að veita fé í eftir á, þá er þessi svona togstreita á milli stjórnarskrárákvæðisins að það megi ekki gera neitt nema að þessi til fjárheimild fyrir því í fjárlögum eða fjáraukalögum. Svona vandkvæðum bundið, ef má kannski orða það þannig, að teygjanlegt hvort að það sé verið að fara eftir stjórnarskrárákvæðinu meðferð fjárheimilda. Þegar það er eftir á verið að laga miðað við útgjöld. Segjum sem svo að fjárlaganefnd eða Alþingi segi bara nei, við ætlum ekki að veita fjárheimild fyrir þessu. Hvað þá? Mátti þá ekki fara í þessu auknu útgjöld sem er verið að lagfæra núna í loka fjáraukalögum, þannig séð. En mátti það ef að Alþingi sagði já?
og þá þegar að ákvörðunin var tekin að fara umfram, þá það væntanlega óvíst, það svona Schrödingers vandamál þarna, það ekki vitað hvort að Alþingi segir já eða nei, en út af kannski reynslunni og svona ákveðinni þvingu sem að Alþingi beitt vegna, að þá hefur það bara virðist vera tíðkast að fara svona umfram heimildir af því að það vitað samkvæmt sögunni að þá bara kemur Alþingi til með að stimpla það ef það ekkert, ef það svona hægt að útskýra það. Eða eins og var hérna sagt að það hafi fundist viðunandi skýringar við öllum frávikum. En ég myndi, þetta allt í lagi og nákvæmt orð, viðunandi skýringar en ekkert endilega góðar skýringar. Það tvennt ólíkt. Allavega, þetta eru síðustu fjáraukalögin í gamla forminu, síðustu lokafjárlögin. Og það sem að breytast núna alveg tímalaust til batnaðar. Það má alveg segja sem svo og leiða því líkum að það sveiflur sem að við höfum séð í millifærslum og fjáraukalögum, hvað það bætist við, alltaf mikill peningur í fjárlögin, frá fjárlögum yfir í ríkisreikning, sé út af þessari tilhneigingu Alþingis til þess að bara segja eftir að það búið að úthluta fjármunum og eyða peningunum, allt í lagi, við skulum láta okkur fá þetta í fjáraukalögum eða lokafjárlögum. Og í staðan fyrir að segja bara nei, við verðum að gera betur og betri áætlanagerð og bara standa undir þeim halla sem að við stofnuðu til og gera það betur á næsta ári. En það einmitt fyrirkomulag sem við erum að fara út í. Þannig að segja við erum að losa okkur við úr þessu, af því að það hefur greinilega verið vandamál. Og við ætlum að fara í það ferli þar sem að það hægt að fara í mínus og plús og þá flesta milli ára og svo framvegis og það að gera bara grein fyrir því af hverju þetta í plús og mínus og svo framvegis. Þá kemur að því að mér finnst allavega eftirlit með framkvæmd fjárlaga miklu öflugar inn hjá fjárlaganefnd. Það því að það ekki lengur verið að taka þessa punkta sem að fjáraukalög og lokafjárlög eru, heldur þarf þetta að vera miklu tíðar og það gert ráð fyrir því í lögunum að það sé miklu oftar að vera að fylgjast með því hvernig ráðherrar eru að halda sig innan útgjaldaramma. En hins vegar held ég að hvorki nefnd, fjárlaganefndin, né ráðuneytin kunni almennilega á þetta. Þau eru enn að starfa dálítið eftir gamla fyrirkomulaginu. Eftirlit með framkvæmd fjárlaga mjög veikburða af því að eins og að þá ráðuneyti bara að tilkynna einhverja veikleika. Og það gert ráð fyrir í lögum um opinber fjármál að ráðherra eigi líka að gera grein fyrir því hvað á að gera til þess að haldast innan útgjaldarammanna. En það hefur einhvern veginn aldrei gerst. Það bara látið vita af veikleikunum og meira segja verið útskýrt sem svo að við ætlum bara að redda þessi fjáraukalögum. En það má ekki samkvæmt lögum. Það einfaldlega bara lögbrot ef það passar ekki innan þessara mjög ströngu skilyrða sem hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson nefndi hérna áðan tímabundið ófyrirsjáanlegt og hjákvæmilegt. Þegar þetta gerist þá mjög undarlegt að horfa einmitt á þingmenn sem segja að lögum um opinber fjármál séu að taka einhvern veginn fjárveitingavaldið frá þingmönnum. Ég get alveg skilið það að vissan hátt með að við hvernig gömlu lögin virkuðu. Það var hægt að krukka einhvern veginn í öllu, alveg fram í lokafjárlögum, sem núna einu og hálfu ári seinna, sem náttúrulega rosalega mikil og nákvæm stjórnun á því hvernig verið að útdeila og nota fjármuni. Þetta breytist í því að vera að Alþingi að ákveða það fyrirfram miklu meira og á rauninni yfirgripsmeiri hátt, ekki eins nákvæmt, en byggt á stefnu stjórnvalda. Og þetta rosalega mikilvægt atriði að stjórnvöld að biðja fjárheimildir til þess að framfylgja ákveðinni stefnu. Og
Þá þegar við erum að fylgjast með því hvernig útgjöld innan útgjaldarammanna þróast, að þá þurfum við sífellt að vera að spyrja, verið í rauninni að eyða peningum í eitthvað annað heldur en það sem að stefnan útskýrir? Ekki hægt að útskýra þessi fjárútlát út frá einhverju markmiðum, einhverja stefnu sem að í gildi samkvæmt fjármálaáætlun þá í rauninni. Þannig að fjárveitingavaldið flyst yfir á þennan eftirlitshluta með því að stjórnvöld segja fyrirfram hvað þau ætla að gera, hvaða markmiðum þau ætla að ná og hvaða fjármuni þau þurfa til þess, og Alþingi segir allt í lagi, en við verðum að fylgjast með því að það sé verið að eyða peningum þá á réttum stöðum. Ekki að koma inn eftir á eins og við erum núna að gera í fjáraukalögunum og bara stimpla það, ok, þau fóru fram yfir og það bara fjáraukalög, gjör svo vel að fara bless, og ekki að hafa ágjörð af því að áætlunargerðin ykkar var svona léleg. Við bara stimplum þetta aftur næst líka. Þannig að ég get ekki lagt í rauninni nógu mikla áherslu það að við erum að fara úr þessu gamla fyrirkomulagi, þar sem að eftir á stjórnunin á útgjöldum ríkisins og fjárveitingum inn í Alþingi að breytast rosalega mikið, en það ekki sjálfsagt að bæði þing eða ráðuneyti fari að haga sér öðruvísi. Það langt frá því sjálfgefið. Það rosalega auðvelt bara að gera eins og áður. Það rauninni líklegast að fólk hagi sér bara eins og þau hefur alltaf gert. Þetta spilar dálítið inn í svona ákveðið aðhald. Það að segja, þegar eitthvað fer úrskeiðis, þá á að koma gagnrýni frá þinginu, jafnvel bara nei, en það hefur ekki verið gert. Og það ennþá ekki verið að gera því við erum dálítið í gamla farinu. Og þá ætla ég að vísa aftur í dæmi sem hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson nefndi hérna með varasmiðinn og notkun á honum. Ráðherrar koma og segja bara þetta uppfyllir öll skilyrði, en bara heilbrigð skynsemi sýnir að skilyrði bæði að útgjöldin séu tímabundin og ófyrirsjáanleg standast ekki. Þeir reyna að útskýra það, en það bara standst ekki. Til dæmis, það kannski dálítið erfitt að skilja tímabundið í þessu tilviki. Jú, vissulega verið að taka fjármagn úr varasjóðunum einu sinni og setja í viðhaldsaðgerðir. En viðhaldið sjálft ekki tímabundið. Það gerist á hverju ári. Og það aðeins verri vetur í ár, það aðeins betri vetur á næsta ári, og það eru bara venjulega sveiflur. Og það nákvæmlega þær sveiflur sem eiga að vera í fjárlögum. Það kemur aðeins verr út í þessu ári, það útskýrt hjá ráðuneytinu, það kom meira í mínus af því að það var slæmi vetur, og þau taka það bara inn á næstu árum, og það sést hvort að sveiflunar almennt sé að fara niður á við, og þá þurfum við greinilega aukið fjármagn í þann málaflokk, eða hvort hann sé að sveiflast upp á við eða haldist kringum núllið. Þetta einmitt lýsing á því hvernig tímabundið á ekki við í þessum málaflokki. Ef að það kemi flóð, til dæmis, það ekkert eðlileg og fyrirsjáanleg og tímabundin, og það tímabundin aðgerð. Flóð gerast ekki með mjög fyrirsjáanlegum hætti og það ekkert endilega hægt að sjá fyrir það að þessi brú standist nákvæmlega þetta flóð eða fyrirsjáanlegt flóð eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það mjög eðlilegt að fara í tímabundna aðgerð að laga eftir einhverjar slíkar hamfarir. Það sérstaklega tekið til sagt að varasjóðurinn sé svona vegna ákveðna hamfara. Með nýju lögunum og þeim sem við erum að hætta hérna, að þá í raun og veru komið í veg fyrir að stjórnvöld geti sótt sér auka fjárheimildir. Það að segja allavega auðveldlega. Ákvörðunin og fjárveitingavaldið í fjármálastefnu, fjármálaáætlun og fjárlögum. Þar sleppir hendinni. Þar þingið í rauninni búið að úthluta fjárheimildum til ríkisstjórnar, samkvæmt stefnu stjórnvalda og svo framvegis. Og ef að þingið ætlar að halda fjárveitingarvaldinu, að þá verður það að halda því fast einmitt í eftirliti með framkvæmd fjárlaga.
Því ef það sleppir bara höndunum þar þegar að ríkisstjórnin kemur og segir við ætlum bara að nota þetta hérna í úrvalssjóðnum, þá erum við að gefa frá okkur fjárveitingavaldið. Það er fyrst þá sem að, nei, við bara gáumst upp, sem að það gerist. Og þetta er fyrirkomulagið sem við erum að fara úr í lokafjárlögum núna. Svona var þetta. Og gott að blessa, það var svo sem gert það fyrir því og svo aðeins. Nú erum við að hætta því. Og við verðum að átta okkur á því að við erum að hætta því til þess að við hættum að haga okkur eins og gamla fyrirkomulagið var. Það er ekki lengur hægt að sækja heimildir eftir á. Þetta breytist í það að það er hægt að nota fjármagn, það er ekki hægt að nota fjármagn utan stefnu stjórnvalda. Það er að segja, á milli fjármála áætlana og þá fjárlaga í rauninni er ekki hægt að búa til nýja stefnu. Þú verður að bíða bara til næsta fjármálastefna eða fjármála áætlun og fjárlög koma til hendinni. Þannig að í dæmi til dæmis úthlutun varasjóðanna til aukinna viðgerða í samgöngumálum, þá er eina lausnin að forgangsraða þá innan þess útgjaldaramma. Það þýðir þá færri nýframkvæmdir. Það er einfaldlega þannig. Þau mál sem voru neðst í forgangsröðinni, þau bara detta þá yfir á næsta ár. Og það er lögin einfaldlega gera ekki ráð fyrir að það sé hægt að hliðra því einhvern veginn til. Ekki eins og með fjáraukalögum, það eru sömu skilyrði á þeim og á varasjóðnum og það er ástæða fyrir því. Og ástæðan er það sem við erum að losa okkur við núna í lokafjárlögunum. Ástæðan eru þessar sveiflur sem að gera það að verkum að við erum alltaf að sjá miklu hærri fjárútlát í lokafjárlögum heldur en í fjárlögum. Það er skorturinn á aðhaldinu sem að býr til þennan mun. Þess vegna er verið að setja svona ströng skilyrði á bæði fjáraukalög og varasjóði. Og við getum alveg sagt, nei, veistu það, við bara ætlum ekki að fara eftir því, við ætlum bara að gera það eins og við gerðum áður. Og þá er náttúrulega, væri kannski betra að breyta lögunum til þess að við sýnum það allavega í texta en búum ekki til einhverjar nýjar óskrifaðar hefðir og reglur. Fleiri hafi ekki hvatt til hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið, innheimtulög, stjórnarfrumvarp, 395. mál á þingskjali 552, nefndarálit 933. Það er önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður efnahags- og viðskiptanefndar, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytingu á innheimtulögum frá efnahags- og viðskiptanefnd. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Heimi Skarphéðinsson frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og Jón Gunnar Ásbjörnsson frá Lögmannafélagi Íslands. Nefndinni bárust umsagnir málið frá Lögmannafélaginu, Neytendastofu og Fjármálaeftirlitinu. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að með því sé brugðist við athugasemdum í áliti umboðsmanns Alþingis í máli nr. 8302/2014, þar sem meðal annars var bent á meinbugi á innheimtulögum nr. 95/2008. Lutu athugasemdir umboðsmanns annars vegar að því að nákvæmar þyrfti að skilgreina hverjir féllu undir hugtakið lögmenn samkvæmt 2. málsgrein 3. greinar innheimtulaga, nánar tiltekið hvort lögmannsstofum og félögum í eigu lögmanna væri heimilt að stunda innheimtu án innheimtuleyfis og hins vegar að því að í raun færi Lögmannafélag Íslands með eftirlit með lögmönnum samkvæmt innheimtulögum en ekki úrskurðarnefnd lögmanna líkt og í 2. málsgrein 15. greinar laganna kveður á um. Við þessum athugasemdum er brugðist í 1. og 4. grein við upptalningu skilyrða fyrir innheimtuleyfi í 4. grein laganna að tekið verði fram í lögunum að innistæður á vörslufjárreikningi innheimtuaðila séu ekki hans eign og séu því meðal annars ekki aðfararhæfar og að við lögin bætist ný grein niðurfellingu innheimtuleyfis.
Við umfjöllun málið átti sér stað nokkur umræða hvort það fyrirkomulag eða eftirlit með lögmönnum væri á hendi félagslögmanna væri heppilegt. Nefndin vekur athygli á því að almennt fari betur á því að hagsmunafélög séu ekki látin hafa eftirlit með eigin félagsmönnum. Engu að síður leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Ólafur Ísleifsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, samþykkur áliti þessu. Brynjar Níelsson og Oddný G. Harðardóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifa undir álitið samkvæmt heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fastanefnda. Alþingi 8. maí 2018, Óli Björn Kárason formaður, Þorsteinn Víglundsson framsögumaður, Brynjar Níelsson, Bryndís Haraldsdóttir, Helgi Hrafn Gunnarsson, Oddný G. Harðardóttir, Ólafur Þór Gunnarsson, Sigmundur Davíð Gunnarsson og Þórunn Egilsdóttir. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 6. dagskrármálið fjármálafyrirtæki stjórnarfrumvarp 422. mál á þingskjali 604, nefndarálit 932, það önnur umræða. Til máls tekur formaður efnahags- og viðskiptanefndar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á lögum fjármálafyrirtæki nr. 161 frá 2002 með síðari breytingum fyrir hönd efnahags- og viðskiptanefndar. Nefndin fjallaði málið og fékk á fund sinn, eins og kemur fram í nefndarálitinu, sérfræðinga frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu, frá fjármálaeftirlitinu og frá samtökum fjármálafyrirtækja. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum fjármálafyrirtæki sem miða fyrst og fremst að innleiðingu hluta tilskipunar 2014/59 endurreisn og skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja sem nefnd BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive. Sá hluti tilskipunarinnar sem nú innleiddur lýtur að endurbótaáætlun, tímalegum inngripum hins opinbera og fjárstuðningi innan samstæðu. Fyrirhugað að ljúka innleiðingu tilskipunarinnar á næsta löggjafarþingi. Að auki með frumvarpinu innleidd nokkur ákvæði tilskipunar 2013/36 stofnun og starfsemi fjármálafyrirtækja og varfærniseftirlit með þeim og reglugerðar ESB nr. 575 frá 2013 varfærniskröfur vegna starfsemi lánastofnana og fjárfestingafyrirtækja. Reiknað með að þær gerðir verði teknar upp í EES-samninginn fyrir árslok þessa árs. Ákvæði frumvarpsins endurbótaáætlanir leggja þá skyldu á tiltekin fjármálafyrirtæki að gera áætlanir þar sem fjalla skulu fyrirhuguð viðbrögð við rekstrarerfiðleikum. Kröfur innihald endurbótaáætlunarinnar verða að hluta til lögbundnar, auk þess sem ráðherra skal setja nánari reglur þar að lútandi í reglugerð. Fjármálaeftirlitið skal leggja mat á hvort endurbótaáætlun sé í samræmi við lög og reglur, hvort verklag samkvæmt henni sé líklegt til árangurs og hvort líklegt sé að með henni megi hrinda hratt í framkvæmd ef þurfa þykir. Í umsögn sinni og á fundi með nefndinni lögðu samtök fjármálafyrirtækja áherslu á að lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum yrði veittur rúmur tími til gerðar og framlagningu fyrstu endurbótaáætlunarinnar og nefndu 12 mánaða frest frá gildistöku laganna í því sambandi. Í minnisblaði ráðuneytisins til nefndarinnar tekið undir nauðsyn þess að rúmt svigrúm verði veitt til undirbúnings fyrstu endurbótaáætlunar. Ráðuneyti hafði samráð við fjármálaeftirlitið þetta atriði þar sem fram hafi komið að viðskiptabankarnir 3 sem teljast kerfislega mikilvægir hafi þegar skilað 2 drögum að endurbótaáætlunum síðast í desember 2017. Að því gefnu að frumvarpið verði á lögum á yfirstandandi þingi telji fjármálaeftirlitið líklegast að fyrstu skil kerfislegra mikilvægra fjármálafyrirtækja á endurbótaáætlun verði í desember 2018 en fyrstu skil annarra fyrirtækja sem skila endurbótaáætlun samkvæmt ákvæðunum verði ári síðar eða í desember 2019. Út frá skipulagi heppilegast að skil fari fram undir lok árs. Ráðuneyti telji því ekki þörf á að kveða á frest fyrir fyrstu skil í lögum, heldur eftirláta fjármálaeftirlitinu mat á tímasetningu afhendingar í samráði við viðkomandi fyrirtæki.
Nefndin tekur undir að ekki sé þörf að kveða á frestinn í lögum enda sé ljóst að sá frestur verði ekki skemmri en 12 mánuðir frá gildistöku laganna fyrir þau fyrirtæki sem ekki hafa nú þegar hafið undirbúningsvinnu og skilað Fjármálaeftirlitinu drögum að endurbótaáætlun. Í 7. grein frumvarpsins eru ákvæði sem heimila Fjármálaeftirlitinu að grípa til aðgerða, tímaleg inngrip, þegar að fyrirtæki brýtur gegn ákvæðum laganna eða stjórnvaldsfyrirmæla settum á grundvelli þeirra eða þegar líkur eru á að slíkt brot sé yfirvofandi vegna versnandi fjárhagslegrar stöðu. Í tímalegum inngripum felst meðal annars að Fjármálaeftirlitið getur krafist þess að fjármálafyrirtæki grípi til aðgerða samkvæmt endurbótaáætlun, boði til hluthafa eða stofnfjáreigendafundar, víki frá stjórnarmönnum eða framkvæmdastjóra, breyti viðskiptastefnu og skipulagi. Í ákvæðinu er lögð til gagnkvæm upplýsingaskylda Fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands þannig að Fjármálaeftirlitið skuli upplýsa Seðlabankann ef aðstæður koma upp þar sem beiting tímalegra inngripa verður heimil og Seðlabanki skuli upplýsa Fjármálaeftirlitið ef lausafjárstaða lánastofnunar fer versnandi þannig að líkur verði á að hún muni brjóta gegn ákvæðum laganna. Ákvæði 12. greinar frumvarpsins fjalla fjárstuðning innan samstæðu. Þar er kveðið á heimild móðurfélaga, dótturfélaga og annarra félaga innan samstæðu til að gera samning fjárstuðning sín á milli. Skal samningurinn, sem getur kveðið á fjárstuðning í formi láns, ábyrgðarveitingar, lánsveðs eða samsetningar af þessum tegundum lánsforma, koma til framkvæmda ef einhver samningsaðila kemst í þá stöðu að Fjármálaeftirlitinu yrði heimilt að beita hann tímalegum inngripum. Samningur fjárstuðning er háður samþykki Fjármálaeftirlitsins og í honum skulu koma fram reglur endurgjald fyrir veittan fjárstuðning. Í athugasemdum 12. grein í greinargerð frumvarpsins kemur fram að ákvæðið beri ekki að skilja svo að samningur fjárstuðning sé nauðsynleg forsenda þess að félag veiti hvort öðru félagi innan samstæðu fjárstuðning í fjárhagserfiðleikum. Í e-lið 5. greinar frumvarpsins, sem verður 82. grein laganna, er fjallað einfalda endurbótaáætlun sem Fjármálaeftirlitið getur heimilað fjármálafyrirtæki að gera að uppfylltum ákveðnum skilyrðum sem tíunduð eru í ákvæðinu. Í 3. málsgrein greinarinnar kemur fram að ráðherra kveði nánar skilyrði fyrir einfaldri endurbótaáætlun í reglugerð. Í umsögn Fjármálaeftirlitsins til nefndarinnar er lagt til að í stað skilyrða í reglugerðarheimildinni verði rætt viðmið. Reglugerð þessi muni byggjast á reglugerð ESB sem sé enn í drögum þar sem kveðið er á viðmið sem höfð skulu til hliðsjónar þegar metið er hvort heimila skuli fjármálafyrirtæki að skila einfaldri endurbótaáætlun. Viðmiðin skulu þó ávallt byggjast á skilyrðum sem kveðið er á í lögum. Í minnisblaði ráðuneytisins til nefndarinnar er tekið undir þessa tillögu Fjármálaeftirlitsins enda sé í 4. grein BRRD tilskipunarinnar sem er e-liður 5. greinar frumvarpsins notast við enska orðið kritería sem betur fari að innleiða sem viðmið. Nefndin fellst á framangreind sjónarmið og leggur til orðalagsbreytingar í 3. málsgrein e-liðar 5. greinar frumvarpsins í samræmi við þetta. Í minnisblaði ráðuneytis til nefndarinnar er bent á að misfarist hafa uppfæra tilvísanir til lagagreinar samhliða breytingu á lögum fjármálafyrirtæki með lögum nr. 96/2016 sem meðal annars breyttu samsetningu ákvæða eiginfjárauka samanber nú 86. grein A til F liðar laganna. Nefndin leggur því til að þessu tilefni til breytingu á frumvarpinu til að leiðrétta tilvísanir í 86. grein laganna þar sem vísa ætti til 86. greinar F laganna þar sem vísa ætti til 86. greinar A en ekki 84. greinar fyrirgefið. Í 9. grein frumvarpsins eru lagðar til breytingar á 107. grein laganna og byggjast breytingarnar á tilskipun 2013/36 stofnun og starfsemi fjármálafyrirtæki og varfærniseftirlit með þeim.
Í a-lið 9. greinar frumvarpsins er lagt til að 1. málsliður 2. málsgreinar 107. greinar komi fram að Fjármálaeftirlitið hafi eftirlit með starfsemi eignarhaldsfélags á fjármálasviði, blandaðs eignarhaldsfélags og blandaðs eignarhaldsfélags í fjármálastarfsemi sem stofnsett eru eða starfa hér á landi. Í öðrum málslið ákvæðisins segir að eftirlit Fjármálaeftirlitsins nái einnig til starfsemi eignarhaldsfélaga á fjármálasviði, blandaðs eignarhaldsfélags og blandaðs eignarhaldsfélags í fjármálastarfsemi, móðurfélags slíkra félaga og dótturfélaga þeirra þegar þau eru staðsett í öðru ríki, meðal annars þegar að starfsemi slíks félags fer fram hér á landi. Í minnisblaði ráðuneytisins til nefndarinnar er annars lagt til að orðið einnig falli brott úr textanum þar sem það sé til þess fallið að þrengja gildissvið reglunnar sem eigi að vera sjálfstæð gagnvart þeirri reglu sem lagt er til að kveðið verði á í 1. málslið. Jafnframt leggur ráðuneytið til að orðin meðal annars þegar að starfsemi slíks félags fer fram hér á landi falli brott, enda séu þau óþörf og valdi að hættu á rangri túlkun reglunnar. Undir þessi sjónarmið tekur nefndin og leggur til í breytingatillögum sem fylgir hér þessu nefndaráliti til viðeigandi breytingar. Auk þess eru hér breytingatillögur sem eru tæknilegar og ég ætla ekki að rekja hér frekar. Ólafur Ísleifsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykkur þessu áliti og þess ber að geta að Brynjar Níelsson og Oddný Harðardóttir, hv. þingmenn, voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifa undir álitið samkvæmt heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fastanefnda. En undir álitið skrifa allir nefndarinnar efnahags- og viðskiptanefndar, sá er hér stendur, auk hv. þingmanna Þorsteins Víglundssonar, Brynjars Níelssonar, Bryndísar Haraldsdóttur, Helgi Hrafn Gunnarsson, Oddný G. Harðardóttir, Ólafur Þór Gunnarsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Þórunn Egilsdóttir. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið, breyting á ýmsum lögum á sviði samgöngu, fjarskipta, sveitarstjórnar og byggðamála. Það er stjórnarfrumvarp 389. mál á þingskjali 539, nefndarálit 935, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég geri nú grein fyrir nefndaráliti frá umhverfis- og samgöngunefnd með breytingatillögu. Álitið fjallar frumvarp til laga breytingu á ýmsum lögum til samræmingar á áætlunum á sviði samgöngu, fjarskipta, sveitarstjórnar og byggðamála. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Ragnhildi Hjaltadóttur og Ólaf K.R. Hjörleifsson frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, Björn Óla Hauksson frá Isavia, Jónas Snæbjörnsson, Hrein Haraldsson og Stefán Erlendsson frá Vegagerðinni, Vigdísi Hessler frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Gunnar Þorgeirsson frá Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga, auk þess sem nefndin ræddi við Sæmund Helgason frá sveitarfélaginu Hornafirði í gegnum síma. Nefndinni bárust umsagnir frá Isavia, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga, sveitarfélaginu Hornafirði og Vegagerðinni. Það barst nefndinni minnisblað frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum í því skyni að samræma og samþætta áætlanagerð í málaflokkum Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins sem eru sveitarstjórnar og byggðamál, samgöngur og fjarskipti. Lagt er til að gerðar verði sambærilegar áætlanir á hverju þessara sviða til 5 og 15 ára í senn sem endurskoðaðar verði á 3 ára fresti hið minnsta. Þá er ætlunin að samhæfa stefnumótun og áætlanagerð við lög opinber fjármál nr. 123 frá 2015. Ljóst er að margar áætlanir sem varða sveitarstjórnar, byggða, fjarskipta og samgöngumál eru í gildi og aðrar í vinnslu. Reynslan sýnir að gildandi áætlanir hafa jafnan verið nýttar án nægra samtenginga og að flestra mati
kominn tími til að taka upp bætt vinnubrögð við stjórnsýsluna og hagnýtingu áætlananna. Nýtt og bætt verklag byggist á auknu samráði í hvívetna og á samræmingu markmiða í áætlunum á 4 málefnasviðum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins. Breytingar á ýmsum lögum sem lúta að málefnum sveitarstjórna, byggða, fjarskipta og samgangna sem í frumvarpinu felast eru lágmarkaðar eins og unnt og lúta fyrst og fremst að formi vinnubragða og samræmingu áætlana en snerta ekki innihald eða stefnu þeirra. Samtímis þess gætt að samræmi verði milli allra breytinga sem frumvarpið tekur til og laga opinber fjármál. Einnig þess gætt að lagabreytingar þessar skerði ekki sjálfstæði sveitarfélaga. Nefndin telur að með frumvarpi þessu sé tekið á framfaraskref í opinberri áætlanagerð. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið þess efnis að óljóst væri við hvað veri átt í 3. grein frumvarpsins með orðalaginu hverja stofnun og fyrirtæki samgöngumála sem heyra undir ráðuneytið. Þá væri óeðlilegt að Isavia ohf. Ætti beina aðild að samgönguráði þótt rétt kynni að vera forstjóri fyrirtækisins sæti þar sem áheyrnarfulltrúi. Nefndin áréttar að sama orðalag að finna í 3. málsgrein 3. greina gildandi laga samgönguáætlun nr. 33/2008 og hefur hingað til hvorki valdið misskilningi né vafa hvort Isavia tilheyri þeim hópi. Þá gegnir Isavia veigamiklu hlutverki í samgöngumálum þjóðarinnar sem eigandi og rekstraraðili Keflavíkurflugvallar en mikilvægur hluti samgönguáætlunar stefnumótun í flugmálum. Varðandi setu forstjóra Isavia í samgönguráði bendir nefndin á að í samgönguráð ekki stjórnsýslunefnd heldur vettvangur yfirmanna samgöngustofnana sem undirbúa tillögur ráðherra í samgönguáætlun og forstjóri Isavia þar mikilvægur varðandi flugsamgöngur. Fram kom gagnrýni á að í frumvarpinu væri gert ráð fyrir samráði við landshlutasamtök sveitarfélaga við undirbúning byggðaáætlunar og við gerð tillagna að stefnumótandi áætlun við ríkisins málefni sveitarfélaga og aðgerðaráætlun en hlutverk slíkra samtaka væri óljóst í íslensku stjórnkerfi. Þá væri vægi sambands íslenskra sveitarfélaga þar að lútandi gagnrýnt og bent á að hvergi væri minnst á aðkomu sveitarfélagana sjálfa. Nefndin bendir á að samband íslenskra sveitarfélaga sameiginlegur málsvari sveitarfélaga í landinu samkvæmt 98. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og skal sem slíkur sjá til þess að sjónarmiðum sveitarfélagans sé komið á framfæri við vinnu nefndra áætlana. Í ljósi þess að landshlutasamtök sveitarfélaga hafa ekki skýrt afmarkað og lögbundið hlutverk í málefnum sveitarfélaga telur nefndin rétt að áskilnaður samráð við landslutasamtök verði felldur brott úr 9. og 10. grein frumvarpsins. Í stað þess verði kveðið á samráð við sveitarfélög, en samt sem áður eðlilegt að það samráð fari fram í gegnum samstarf sveitarfélagana í landslutasamtökum. Gerðar voru athugasemdir við að með frumvarpinu væri verið að fjölga sérstökum fulltrúum ráðherra í samgönguráði og fjarskiptaráði í 2, auk þess sem gert væri ráð fyrir 2 fulltrúum ráðherra í hinu nýju byggðamálaráði. Gagnrýnt var að sú fjölgun hefði ekki verið rökstudd með greinagróðum hætti í greinargerð. Í minnisblaði samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins til nefndarinnar kom fram að tilgangur breytingana væri að ná fram því markmiði að tryggja að við mótun tillagna að samgönguáætlun, fjarskiptaáætlun og byggðaáætlun væri byggt á áherslum ráðherra hverju sinni og þeim fjárhagsramma sem hann leggur fram. Nefndin áréttar að nefndar áætlanir eru tillögur ráðherra til Alþingis stefnumótun í viðkomandi málaflokkum og rétt að við undirbúning gerðar þeirra komi sjónarmið ráðherra skýrt fram. Ákvæði frumvarpsins stefnumótandi áætlun ríkisins í málefnum sveitarfélaga nýmæli. Ekki gert ráð fyrir að sérstakt ráð undirbúi tillögur til ráðherra að þeirri áætlun, ólíkt byggðaáætlun, samgönguáætlun og fjarskiptaáætlun, heldur verði þær unnar að ráðuneytinu en haft samráð við tiltekna aðila, meðal annars Samband íslenskra sveitarfélaga. Á fundi nefndarinnar og í umsögn sinni lýsti sambandið sig sammála efni 10. greinar en taldi þó nauðsynlegt að sett yrðu nánari stjórnvaldsfyrirmæli markmið og verklag við gerð slíkrar áætlunar til þess að festa niður verklag og auka fyrirsjáanleika við vinnslu áætlana. Nefndin tekur undir þau sjónarmið og leggur til
að við 10. gr. frumvarpsins bætist ákvæði að ráðherra skuli setja reglugerð með nánari ákvæðum gerð stefnumótandi áætlunar og aðgerðaáætlunar í málefnum sveitarfélaga. Samkvæmt núgildandi lögum skal greiðsluþátttaka ríkissjóðs í einstökum verkefnum tekin til endurskoðunar á 2 ára fresti við endurskoðun samgönguáætlunar. Með frumvarpinu lagt til að sá tímafrestur verði felldur brott. Bent var á að miklar breytingar geta verið á umhverfi hafna sem kalla á greiðsluþátttaka ríkisins endurskoðist reglulega, auk þess sem töluverðar breytingar geta verið nauðsynlegar á hafnahluta samgönguáætlunar. Bent var á að vegna þessa væri nauðsynlegt að kveða á endurskoðun greiðsluþátttöku á að lágmarki 3 ára fresti í samræmi við ákvæði frumvarpsins endurskoðun samgönguáætlunar. Nefndin tekur undir þau sjónarmið og leggur til orðalagsbreytingu í því skyni. Herra forseti, að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með 3-liðaðri breytingu. Í stað orðanna í fyrsta lagi landshlutasamtök sveitarfélaga í 2. málslið 2. efnisgreinar c-liðar 9. greinar og í 1. málslið 2. efnisgreinar 10. greinar komi orðið sveitarfélög. Á eftir 2. efnismálsgrein 10. greinar komi ný málsgrein sem orðist svo: Ráðherra skal í reglugerð setja nánari ákvæði gerð stefnumótandi áætlunar og aðgerðaáætlunar, samanber 4. og 5. málsgrein. Og svo í 3. lagi, 11. grein orðist svo: í stað orðsins 2 í 3. málsgrein 25. greinar laganna komi að lágmarki 3. Hv. þingmenn Jón Gunnarsson og Hanna Katrín Friðriksson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og hann samþykkur áliti þessu. Og undir þetta álit rita auk framsögumanns mín hv. þingmenn Bergþór Ólason, Helga Vala Helgadóttir, Karl Gauti Hjaltason, Líneik Anna Sævarsdóttir, Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Vilhjálmur Árnason. Herra forseti, ég hef lokið máli mínu. Enginn annar hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, siðareglur fyrir alþingismenn. Þingsályktunartillaga 443. mál á þingskjali 629, nefndarálit 1021, þetta er síðari umræða. Til máls tekur formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar tillögu til þingsályktunar breytingu á þingsályktun siðareglur fyrir alþingismenn. Nefndin hefur fjallað málið og fengið til sín góða gesti, en með þingsályktunartillögunni eru lagðar til breytingar á ályktun Alþingis siðareglur fyrir alþingismenn með það að markmiði að alþingismenn leggja sig fram að skapa í störfum sínum heilbrigt starfsumhverfi innan þings sem utan og hvarvetna þar sem þeir sinna störfum sínum. Markmiðið einnig að stuðla að öruggu og heilbrigðu starfsumhverfi fyrir alþingismenn, starfsmenn þingsins og gesti. Í breytingunum felast viðbrögð þingmanna við þeim opinskáu umræðum sem átt hafa sér stað í íslensku samfélagi, þar á meðal innan stjórnmálanna kynferðisofbeldi og áreitni. Nefndin fjallaði á fundum sínum nokkur álitaefni málsins, meðal annars gildissvið reglnanna gagnvart varaþingmönnum og hvenær þingmenn ættu að kynna sér siðareglurnar og undirrita yfirlýsingu þar Samkvæmt 2. málsgrein 5. greinar siðareglnanna kveðið á að við upphaf þingsetu sinnar skuli alþingismenn afhenda forseta Alþingis undirritaða yfirlýsingu að þeir hafi kynnt sér siðareglurnar og að sama gildi varaþingmenn sem hafa setið samfellt í 4 vikur. Í framkvæmd hefur þingmönnum verið kynnt að á fyrsta fundi Alþingis eftir alþingiskosningar liggi siðareglurnar á borðum þingmanna ásamt formi fyrir yfirlýsingu sem þeir geti undirritað og afhent skrifstofunni til staðfestingar þess að þeir hafi kynnt sér reglurnar. Á fundum nefndarinnar var rætt hvort ekki væri eðlilegt að þingmenn fengju siðareglurnar og yfirlýsinguna sendar strax að loknum kosningum
og útgáfu kjörbréfs frá landskjörstjórn og að sama gilti varaþingmenn frá því að þeir tækju sæti. Nefndin tekur fram að í siðareglunum komi fram forsendur sem eru grunnur þess hlutverks sem kjörnum fulltrúum falið. Þær eiga að vera almennar og til leiðsagnar fyrir þá hvaða kröfur eru gerðar til þeirra allt frá kjöri, þannig að mikilvægt sé að reglurnar séu kynntar þeim strax eftir kosningar svo að þeir geti skilað undirritaðri yfirlýsingu sem fyrst eftir kosningar. Nefndin telur enn fremur að sömu rök eigi við varaþingmenn og telur því rétt að leggja til að það verði fortakslaus skylda allra sem taka sæti á Alþingi að þeir kynni sér siðareglurnar jafn skjótt og þeir taka sæti og undirriti yfirlýsingu þar á sínum fyrsta þingfundi. Þess vegna leggur nefndin til breytingu á þingsályktunartillögu í þá veru. Nefndin tekur fram að siðareglur eigi að vera lifandi plagg og taka mið af þeim breytingum sem verða í samfélaginu eins og kveikjan var að þessu máli. Nefndin telur að til þess að svo megi verða sé nauðsynlegt að auka sýnileika siðareglnanna og aðgengi að þeim á vef Alþingis. Þá sé einnig nauðsynlegt að umfjöllun siðareglurnar verði regluleg og á meðal alþingismanna, til dæmis með málstofum og fræðslufundum. Nefndin tekur einnig fram að með siðareglum sé verið að auka gagnsæi í störfum alþingismanna, kynna almenningi hlutverk þeirra og ábyrgðarskyldu sem sé til þess fallið að dýpka þekkingu á hlutverki alþingismanna sem og að auka tiltrú og traust almennings á Alþingi. Nefndin leggur að framansögðu til að þingsályktunartillagan verði samþykkt með eftirfarandi breytingu: að á eftir a-lið 1. málsgreinar komi nýr stafliður, svohljóðandi: orðin sem hafa setið samfellt í 4 vikur í 2. málslið 2. málsgreinar 5. greinar siðareglnanna falli brott. Við afgreiðslu þessa máls út úr nefndinni voru Líneik Anna Sævarsdóttir og Jón Þór Ólafsson fjarverandi en rita undir álit þetta samkvæmt heimild í 4. málsgrein 8. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis, en undir þetta nefndarálit rita framsögumaður sú sem hér stendur, Brynjar Níelsson, Jón Steindór Valdimarsson, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Óli Björn Kárason, Þorsteinn Sæmundsson, Þórunn Egilsdóttir, auk þeirra Líneikar og Jóns Þórs Ólafssonar. Hef ég lokið máli mínu. Átöku til máls, hv. 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég þakka kærlega fyrir þetta mál og þetta nefndarálit framsögumanns hér. Og ég tel einmitt mjög mikilvægt að við gerum meira úr þessu, úr siðareglum þingmanna. Það er mikilvægt að þingmenn komi að því að semja og samþykkja siðareglur sem þeir setja sjálfur sér. Ekki bara að þeir taki við siðareglum sem einhver annar samdi og kvitti upp á þeir. Það þarf ferli þegar að nýir þingmenn koma að til þess að vega og meta og móta hvort eitthvað hafi breyst, hvort aðstæður hafi breyst, því að enginn ætti að skrifa undir siðareglur sem hann telur sig ekki geta farið eftir. Það í rauninni væri eins mikið brot á siðareglum og hægt væri að hafa það. Það er bara algjörlega gegn tilgangi siðareglna að kvitta undir þessar reglur sem maður ætlar ekki að fara eftir. Siðareglur eiga einmitt að vera ákveðin ásetningur þeirra sem að undirrita siðareglunar hvað þeir treysta sér til þess að gera og fara á eftir. Þess vegna er þessi viðbót í kjölfar MeToo-hreyfingarinnar svo rosalega mikilvæg. Það er rosalega mikilvæg að þessi ákvæði verði hluti af umræðunni siðareglur þingmanna í framtíðinni. Megum aldrei gleyma að þetta eru atriði sem svo MeToo sýndi eru rosalega algeng. Rosalega algeng. Þau eru meira þess að algengari heldur en sögunar sýna. Það er
vitað mál að það nást aldrei allar sögur upp á yfirborðið. Ég er ekki búinn að klára allar mínar sögur úr einelti. Ég geri það örugglega aldrei. Ég get samt sagt einhverjar en aldrei allar. Þetta er ekkert öðruvísi. Í stærra samhengi hérna þá höfum við verið í ákveðnum svona umræðum siðareglur þingmanna, það til dæmis varðandi trúnað. Og það er svona trúnaðarbrot sem hafa komið upp hérna í umræðunni á undanfarnum vikum. Trúnaðarbrot einhvern veginn innan nefnda, hafa brotið trúnaðarnefnda. En í þeirri umræðu að þá fannst mér eitt mjög athyglisvert að það leit einhvern veginn þannig út að maður gæti ekki gert grein fyrir neinu það hvað gerðist innan nefndana. Það var ekki hægt að segja að það var einhver tregða innan nefndarinnar. Það var ekki hægt að segja að það var einhver mótþrói í einhverju máli innan nefndana. Það tel ég vera algjörlega rangt að það megi ekki greina frá slíkum störfum innan nefndana. Því að það er líka hægt að nota trúnað sem ákveðin verndarskjöld fyrir svona búlíisma eða eineltistilburðum eða rauninni bara svona ákveðinu ofbeldi. Það leyndarhjúpurinn verndar þá sem að beita slíku ofbeldi. Það var komið upp dæmi hérna í lok síðasta kjörtímabils í sveitarstjórn þar sem að borgarfulltrúi var ásakaður að hafa hrörnunarsjúkdóm innan nefndar. Og þegar að það var greint frá því að þá var borið fyrir að þetta væri brot á trúnaði innan nefndar. Nei, því að ásökunin sjálf átti ekki rétt á sér í faglegu starfi innan nefndarinnar. Þetta var persónuárás. Við berum líka þannig ábyrgð innan nefndana, þó við megum ekki vitna beint í fólk og svo framvegis, að nota ekki einmitt þann vettvang sem ákveðin árásarvettvang á aðra þingmenn eða aðra borgarfulltrúa eða bæjarfulltrúa eða hvernig sem það er, og bera fyrir okkur að það má ekki segja frá því ofbeldi út af einhverjum trúnaði. Við verðum að skilja trúnaðinn, við verðum að skilja það að við erum fulltrúar fyrir almenning. Það er eins og allir sitja á öxlunum og okkur séu að kíkja yfir en sjá svona ekki alveg, sjá svona kannski móðu. Þannig að við verðum að geta útskýrt fyrir þjóðinni hvaða störf og hvernig störfin fara fram hérna á Alþingi og líka það sem eru bak við luktar dyr. Við verðum að geta gert það. Annars hjálpum við þeim sem geta beitt ofbeldi innan þeirra verndarmarka að geta sagt og gert hvað sem þau vilja undir hótun þess að það sé verið að brjóta einhvern trúnað ef það er greint frá því. Þetta spilar aðeins inn á þessar fyrirspurn sem ég var með hérna daginn þessar óskráðu reglur og hefðir, réttara sagt. Að þetta er ekkert augljóst, alls ekkert augljóst. Siðareglurnar eru ekkert endilega mjög svona augljósar. Það eiga að vera víðtækar. Og það er hægt að misskilja þær í einu tilviki eða öðru tilviki, alveg tvímælalaust. Þannig að við þurfum alltaf að eiga þessa umræðu, við þurfum að skilja og bara taka það með opnum huga og opnum augum, nýjum aðstæðum og læra. Það er það sem skiptir máli. Við nefnilega þingmenn, við störfum samkvæmt stjórnarskrárákvæði sannfæringu. Það er eina hæfnikrafan okkar raun og veru, að við störfum samkvæmt sannfæringu okkar. Og ég sé ekki neitt sem að mótmælir því að það sé hægt að setja rauninu sama sem merki milli þessara sannfæringar og siðferði eða samvisku fólks. Þannig að við erum í raun og veru hérna í því starfi sem að svo sannfæring knýr okkur til, eða samviska okkar knýr okkur til, að taka samviskulegar ákvarðanir þau mál sem að bera hérna fyrir okkur fyrir augu. Það er mjög
uppljóstrandi það að það engin krafa á því að við séum einhverjir sérfræðingar í öllu. Við þurfum ekki að vera lögfræðingar, við þurfum ekki að vera rithöfundar eða tölvunarfræðingar eða stærðfræðingar eða hvað sem það er. Við þurfum bara að geta tekið ákvörðun út frá samvisku okkar, sannfæringu okkar. Það allt sem allar kröfur sem gerðar. Það þýðir að við þurfum álit sérfræðinga, álit almennings, álit utanaðkomandi aðila sem að leggja fram sín og sérþekkingu á þau mál sem að ríkisstjórn leggur fram eða hvað annað. Og við tökum samviskulega ákvörðun það hvaða rök eru góð samvisku okkar vegna þess að við erum að vinna fyrir þjóðina, kannski ekki allir, kannski það samviska þeirra eða sannfæring þeirra, það getur vel verið. En siðareglur eru dálítið lykilatriði þar í því að með þeim segjum við hver samviska okkar er. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Virðulegi forseti, mig langar aðeins að koma hérna inn í vangaveltur hv. þingmanns Björns Levís Gunnarssonar trúnað sem honum var nokkuð rætt í ræðu sinni. Og þingmaðurinn velti upp þeim fleti að trúnaður gæti verið notaður til þess að nánast eins og sem skálkaskjól fyrir einhver störf í nefndum eða fyrir eins og hann orðaði það búlíisma eða eitthvað þess háttar. Og nú veit ég ekki, átta mig ekki alveg á því hvað þingmaðurinn er nákvæmlega að fara með því, en ég sjálfur tel að trúnaður sé almennt mjög mikilvægur í störfum, ekki bara þingmanna heldur í mjög mörgum störfum. Og frekar erfitt með að sjá að trúnaður geti verið, soldill trúnaður, ef það er til sem hugtak. Annaðhvort er hann eða ekki. Annaðhvort er trúnaður á þeim störfum sem menn er að vinna eða ekki. Og hvað varðar nefndir þingsins, þá er það að minnsta kosti minn skilningur að það gildir trúnaður það sem fer fram á nefndarfundum þingsins. Menn geta væntanlega talað sína eigin afstöðu og sína eigin orðræðu inn á nefndarfundum vilji þeir það. En mér finnst langsótt að það geti farið mikið lengra en það. Mér langar kannski í þessu sambandi að spyrja þingmanninn, telur þingmaðurinn að trúnaður í nefndastörfum geti aldrei gert gagn? Hann geti aldrei verið gagnlegur í nefndastarfi og þá aftur að hinu, hvort hann telji að trúnaður geti verið að einhverju leyti en ekki öllu í nefndastarfi. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, mjög góð spurning. Það held ég mikilvægt einmitt að átta sig á því að það er ekki bara annaðhvort trúnaður eða ekki. Þetta er ákveðin dreifing á trúnaði. Hv. þingmaður segir skálkaskjól. Ég er að vísa almennt séð í það hvað er hægt að nota trúnað til. Ég er ekki að vísa til neinna sérstakra atvika eða eitthvað svoleiðis. Ég tók dæmi sem er opinbert borgarfulltrúa sem var ásakaður hrörnunarsjúkdóm sem er augljóslega, mér finnst að vera augljóst dæmi það hvernig það má ekki nota trúnað til að heilma yfir slíka hegðun inn í nefnd. Það er atvik sem á ekkert heiminn í nefndinni hvort þið er og þar af leiðandi er viðkomandi rauninni að brjóta trúnað með því að ráðast á þann hátt gagnvart viðkomandi einstakling. Það vonandi útskýrir það hvernig það er ekki hægt bara að hafa algjöran trúnað eða ekki trúnað. Þannig að ég vona að það hafi komist skýrt í gegn. Vissulega já, ég get túlkað eigin afstöðu og þá eigin skoðanir og upplifanir af nefndastarfinu.
Ég tel það vera mína upplifun þegar ég lýsi því að ég hafi upplifað mótþróa í nefndastarfi í ákveðnu máli. Það er bara mín upplifun. Fólk getur verið ósammála því. Það er alltaf lagi líka. Þá förum við bara í það að útskýra af hverju ég upplifi mótþróa og af hverju viðkomandi sem að kannski var hinum megin borðsins eða áhorfandi inn á milli finnst svo ekki að verið. Það er bara heilbrigð umræða sem við getum átt. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, já, þetta er kannski ekki alveg einfalt eins og þingmaðurinn kemur inn á og það er vissulega, ég get alveg séð það sé hægt að setja upp dæmi þar sem að menn hafa í frammi gjörsamlega óviðurkvæmilegt athæfi og erfitt annað heldur en að slíkt eigi að spyrjast. Slíkt getur jafnvel, slíkt athæfi getur að minnsta kosti í einhverjum tilfellum þess vegna verið undanfari eða andlag ákæra út á við og vafasamt að þetta skila sér á bak við trúnað að menn beinlínis brjóta af sér. En það held ég ekkert að snúist um það. Í mínum huga snýst þetta um það að menn geti átt inn á til að mynda nefndarfundum, heiðvirð samtöl sín á milli efni máls, reifað sjónarmið og jafnvel skoðað hugsun uppátt án þess að vera undir það settir að slíkt verði síðan túlkað eða jafnvel afflutt utan nefndarherbyggisins sem annaðhvort afstaða, mótþrói eða eitthvað þess háttar. Vegna þess leið og við erum farin að tala um það út í frá að einhver hafi upplifa mótþróa eða eitthvað svoleiðis, þá kemur sjálfkrafa næsta spurning, býtu af hálfu hvers? Og hver sagði það? Hver var með mótþróa? Og svo framvegis og framvegis. Og það býður í rauninu upp á að dansinn haldi þá áfram og menn útsetti þá bæði sjálfa sig og þá mögulega kannski einhverja aðra sem þeir eru að vinna með fyrir því að þurfa nánast að bregðast við og geta þó jafnvel átt hættu á því sjálfur að rjúfa trúnað með þeim viðbrögðum sínum. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Það er til dæmis þess sem að er ekki óskráð eða hefða regla að sé bannað að vitna beint í fólk. Því það getur verið auðvelt að taka slíkt úr samhengi. En bara sem dæmi þá hef ég áður notað þá lýsingu að það hafi verið ákveðin tregða við það að afgreiða gagnabeiðni inn í fjárlaganefnd og ég get lýst því sem slíkt á þann hátt að þegar ég bað viðkomandi gögn að þá hefði ítrekað verið reynt að beina þeirri beiðni annað. Ef að tregða lýsir því ferli nákvæmlega að þá er ekkert að því. Það getur vel verið að einhver skilji það á annan hátt eða upplifi það á annan hátt en þegar ég útskýri að þetta þannig upplifi ég ferlið og mér finnst tregða að vera nákvæmt orð til að lýsa því hvernig störf nefndarinnar ganga fyrir sig, þá held ég að það sé ekkert óeðlileg umræða störf þingsins. Við erum sérstaklega með dagskrárlið störf þingsins, þar sem við þurfum að geta tjáð okkur aðeins það hvað er í gangi í nefndunum. En trúnaður á tímalöst við, og maður verður að virða það dálítið, að það er oft ákveðin hugmyndavinna í gangi. Og í hugmyndavinnu þá er verið að vinna með ómótaðar tillögur og þá er verið að kasta fram ómótum hugmyndum, kannski grípur það einhver og vinnur betur og vinnur framar og eldri hugmyndir verða úreldar sem slíkar. Og þá er orðið tiltölulega ósanngjarnt að vísa í eldri hugmyndirnar sem skoðun viðkomandi. Þannig að það er ekkert sjálfsagt í þessu og það eina sem að ég býst við í rauninni er að við getum reynt að útskýra þá upplifun okkar á þennan svona rökstudda hátt sem ég var að reyna að gera með svona tregðuna. Þetta finnst mér að vera nákvæm lýsing á þessu ferli og ég held að það sé ekkert ónákvæm lýsing á því sem gerðist, það var mín megin frá.
Þannig að trúnaður tvímælalaust eitthvað sem er ekki klippt og skorið og við þurfum að geta bara átt gott samtal það og geta tjáð okkur aðeins fyrst almennt og svo kannski sérhæft eftir því sem líður á. Fleiri hafa ekki hvarft til hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 9. dagskrármálið, brottnám líffæra, frumvarp 22. mál, þingskjal 22, nefndarálit 1046, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður velferðarnefndar, hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég hér frummælandi á frumvarpi til laga breytingu á lögum brottnám líffæra, nr. 16/1991, ætlað samþykki. Frumvarp til laga breytingu á lögum brottnám líffæra. Þetta frumvarp kom fyrst fram á 145. löggjafarþingi og var lagt aftur fram á 147. og 147. löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu. Það nú lagt fram óbreytt. Í gildandi lögum brottnám líffæra, nr. 16/1991, miðað við að líffæri eða lífræn efni verði ekki numin brott úr líkama látins manns nema fyrir liggi samþykki hans eða nánasta vandamanns hans fyrir því. Því má segja að lögin miði nú við ætlaða neitun, það að segja að hinn látni hafi ekki veitt samþykki fyrir brottnámi líffæris eða lífræns efni að sér látnum nema annað liggi fyrir. En þetta hefur fengið sína meðferð í nefndinni og hún hefur fjallað málið og fengið á sinn fund ýmsa umsagnaraðila og gesti. Með frumvarpi þessu lagt til í 2. grein laga brottnám líffæra verði kveðið á svokallað ætlað samþykki við brottnám líffæra eða lífræna efni úr líkama látins manns í stað ætlaðar neitunar. Með öðrum orðum með breytingunni gert ráð fyrir að hinn látni hafi verið samþykkur brottnámi líffæris eða lífræns efnis að sér látnum nema tilefni sé til að ætla annað. Þykir eðlilegt að gera ráð fyrir því að fólk vilji koma náunga í neyð til hjálpar með því að gefa líffæri eða lífræn efni að sér látnum fremur en ekki. Umsagnaraðilar lýsa yfir eindregnum stuðningi við frumvarpið. Nokkrir umsagnaraðilar gagnrýna þó 2. málsgrein 1. greinar laga að ekki megi nema brott líffæri eða lífræn efni úr líkama látins einstaklings leggist nánasti vandamaður hins látna gegn því. Benda umsagnaraðilar á að þetta ákvæði stangist á við þau mannréttindi einstaklinga að ráða yfir eigin líkama. Á fundi nefndarinnar með umsagnaraðilum kom þó fram að í framkvæmd sé í flestum tilfellum farið að vilja aðstandanda látinnar manneskju enda afar erfitt að fara gegn óskum þeirra. Þar af leiðandi telur nefndin ekki þörf á að fella ákvæðið brott enda framkvæmdin í flestum tilvikum í samræmi við það. Umboðsmaður barna leggur áherslu á að setta verði verklagsreglur aðkomu heilbrigðisstarfsmanna að þessum málum og þó sérstaklega hvað varðar samskipti við aðstandendur og upplýsingagjöf til þeirra þar sem úrslitavald foreldra eða forsjáraðila virt. Nefndin tekur undir þessar athugasemdir umboðsmannsins og bendir því til embættis landlæknis að slíkar reglur verði settar. Þá bárust nefndinni athugasemdir að samkvæmt frumvarpinu væri einungis hægt að nema á brott líffæri eða lífræn efni úr líkama látins einstaklings hafi hann verið sjálfráða. Benda umsagnaraðilar á að standi ákvæði óbreytt útiloki það mikilvæga líffæragjöf barna. Nefndin tekur undir þessar athugasemdir og telur ekki forsvaranlegt að banna líffæragjöf ólögráða einstaklinga í öllum tilvikum.
leggur nefndin því til að vísun til þess að einstaklingar verði að hafa verið sjálfráða við andlát falli brott. Virðulegi forseti, að framangreindu leggur nefndin til frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum. Orðin verði sjálfráða og í 1. málsgrein 1. greinar falli brott. Við afgreiðslu frumvarpsins úr nefnd var Vilhjálmur Árnason fjarverandi en ritar undir álit þetta samkvæmt heimild 4. málsgreinar 18. greinar starfsreglna fastanefndir Alþingis. Ólafur Þór Gunnarsson ritar undir álitið með fyrirvara. En undir þetta álit rita allir nefndarmenn. Það er Halldóra Mogensen formaður, sú sem hér stendur Halla Signý Kristjánsdóttir, Andrés Ingi Jónsson, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ásmundur Friðriksson, Guðjón S. Brjánsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Vilhjálmur Árnason og Ólafur Þór Gunnarsson með fyrirvara. Takk fyrir. Til máls tekur 811. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég vil hér í upphafi máls míns taka fram að ég styð frumvarpið af heilum hug, það er að segja þann góða hug sem býr að baki því og þá niðurstöðu sem vonandi verður af þessari lagasetningu, það er að segja að framboð á líffærum til líffæragjafa aukist og að Íslendingar geti þá orðið meira heldur en stærstum til þiggjendur í því efni og þurfi ekki alltaf að búast við að líffæri komi annars staðar frá. Það skiptir miklu máli í þessu samhengi vegna þess að langstærsti hluti þeirra líffæra sem eru notuð til líffæragjafa fyrir Íslendinga kom annars staðar frá og eins og kom fram meðal annars hjá umsagnaraðilum og gestum nefndarinnar að þá er framboð á líffærum til líffæragjafa ekki bara á Íslandi heldur á alheimsvísu allt og lítið. Því er markmið frumvarpsins afar jákvætt. Það sem að fyrirvari minn hins vegar snýr að er að ég hefði talið eins og ég raunar gat við 1. umræðu vera flöt á því að reyna með einhverjum hætti að gera gangskur að því að afla upplýst samþykkis í meira mæli heldur en nú er gert og þá að afla upplýst samþykkis áður heldur en kemur yfirleitt að þeim skelfilegu atburðum sem verða til þess að líffæri standa til boða. Þetta er hægt að gera með ýmsum hætti og í íslenska lagaumhverfinu væri til að mynda hægt að gera þetta með því að bjóða þeim sem að sækja varanlegt ökuskírteini að undirrita yfirlýsingu þar að lútandi þegar þar að kemur hvort þeir vilji vera líffæragjafar. Það hins vegar myndi ekki endilega taka í burtu efni þessa frumvarps. Við getum eftir sem áður haft þá klásúlu inni að það væri ætlað samþykki engu að síður. En við myndum til að mynda með slíku komast hjá því að þeim, við skulum segja, allan einhverjum af þeim, ekki kalla þetta erfiðleikum sem oft koma upp þegar þessi samtöl fara fram við aðstandendur, oft við afar erfiðar og krefjandi aðstæður þar sem að fólk stendur frammi fyrir því að missa ástvin, að þá myndi það hjálpa mikið að í mörgum tilfellum lægi hinn raunverulegi vilji hins deyjandi manns fyrir og þyrfti þess vegna ekki í raun að spyrja aðstandendur. Þetta væri hægt að gera í tengslum við varanlegt bílpróf vegna þess að það fær á Íslandi að minnsta kosti engin varanlegt bílpróf fyrir en hann er orðinn sjálfráða, þessi 18 ára aldur. Og þess vegna kæmust við fram hjá þeim vanda sem að til að mynda er tilgreindur
ágætlega í nefndaráliti nefndarinnar varðandi ósjálfráða einstaklinga. Hin nöturlega staðreynd náttúrulega sú að í nútíma samfélagi að þá eru slys í rauninni algengasta ástæðan fyrir því að það verður óvænt framboð á líffærum. Og þar eru sennilega bílslys lang hæst í röðinni. Og því væri að þessu leyti til ákveðið forvarnagildi í því að fá þá sem að fá varanlegt ökuskírteini til þess að undirrita slíka yfirlýsingu eða ekki, en að minnsta kosti að bjóða það. Sum af nágrannaríkjum okkar, meðal annars mörg fylki Bandaríkjanna, hafa farið þessa leið með ágætum árangri og tryggt þannig að framboðið á líffærum, að minnsta kosti úr slysum, kemur, það nýtist. Og á sorglega endanum, hafandi verið við þessar aðstæður og séð þá angist sem að aðstandendur ganga í gegnum á þessum stundum, að þá einmitt þetta að geta gefið líffæri og vita að hinn látni hafi vilja að gefa líffæri. Það ákveðið ljós í myrkrinu fyrir aðstandendur á erfiðum stundum. Og ég læt þetta duga að útskýra minn fyrirvara, herra forseti, en lýsi eftir sem áður yfir fullum stuðningi við frumvarpið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti. Við ræðum hér í 2. umræðu frumvarp til laga breytingu á lögum brottnám líffæra, nr. 16/1991, ætlað samþykki. Fyrsti flutningsmaður þessa máls hv. þingmaður Silja Dögg Gunnarsdóttir og ég meðflutningsmaður á málinu. Hv. þingmaður og framsögumaður málsins, Halla Signý Kristjánsdóttir, fór hér yfir nefndarálit hv. velferðarnefndar. Í fyrstu efnismálsgrein álitsins málið mjög vel kjarnað. Og þar sem tilgangur þess og markmið þeirra breytinga sem lagðar eru til á lögum brottnám líffæra. Og ætla ég að fá að hér í byrjun ræðu, virðulegi forseti, að endurtaka það með leyfi forseta. Með frumvarpinu lagt til, þar segir í 2. grein laga brottnám líffæra, nr. 16/1991, verði kveðið á svokallað ætlað samþykki við brottnám líffæra eða lífrænna efna úr líkama látins manns í stað ætlaðrar neitunar. Með öðrum orðum með breytingunni gert ráð fyrir að hinn látni hafi verið samþykkur brottnámi líffæris eða lífræns efnis að sér látnum nema tilefni sé til að ætla annað. Þykir eðlilegt að gera ráð fyrir því að fólk vilji koma náunga í neyð til hjálpar með því að gefa líffæri og lífræn efni að sér látnum fremur en ekki. Fram kemur í álitinu að umsagnaraðilar hafi almennt verið jákvæðir fyrir efni frumvarpsins og þeim breytingum eða þeirri breytingu sem lagðar eru til í frumvarpinu ætlað samþykki og jafnframt lýst yfir eindregnum stuðningi og það var af öllum þeim 13 umsögnum stuðningur við frumvarpið, held ég megi segja. 2. málsgrein 1. greinar frumvarpsins hljóðar svo, með leyfi forseta, að ekki má þó nema brott líffæri eða lífræn efni úr líkama látins einstaklings til að nota við læknismeðferð annars einstaklings leggist nánast í vandamaður hins látna gegn því. Og það fjallað í síðustu málsgrein greinargerðar málsins númer 1. Í álitinu kemur svo fram sú ábending umsagnaraðila að ákvæðið stangist á við þau mannréttindi einstaklinga að ráða yfir eigin líkama.
Til að mynda gerir landlæknir í sinni umsögn athugasemd við þessa málsgrein og segir, með leyfi forseta: „Þótt mikilvægt sé að ætíð sé haft samráð við nánustu aðstandendur þá gengur ekki að farið sé gegn vilja hins látna þegar fyrir liggur opinber yfirlýsing vilja til að gefa líffæri við andlát. Með lögunum ætti að vera forgangsatriði að tryggja að vilji hins látna nái fram að ganga. Embættið leggur til að gerð verði breyting á því hvernig kveðið er á aðkomu nánustu vandamanna þannig að aðkoma þeirra að ákvörðun líffæragjöf einskorðist við tilvik þar sem vilji hins látna er óþekktur. Mér finnst hér augljóst að hv. velferðarnefnd hefur unnið mjög vel með þessa ábendingu og styð þá afstöðu sem kemur fram í álitinu og hv. framsögumaður nefndarinnar fór hér yfir og orðað er hér í álitinu þar sem vísað er til þess að í framkvæmd sé í flestum tilvikum farið að vilja aðstandenda látinnar manneskju enda eins og hér er orðað afar erfitt að fara gegn vilja og óskum þeirra og segir okkur leið hversu viðkvæm slík augnablik og meðferð sé. Nefndin metur því að ekki sé þörf að fella ákvæðið brott þar sem framkvæmdin sé í flestum tilvikum þessi og styð ég það, virðulegi forseti. Enn fremur þessari afstöðu tengt þá tek ég undir með áliti nefndarinnar þar sem tekið er eða bent á og áréttað sú athugasemd umboðsmanns barna að settar verði verklagsreglur aðkomu heilbrigðisstarfsmanna að þessum málum og þá sérstaklega samskipti við aðstandendur og upplýsingagjöf til þeirra þar sem úrslitavald foreldra eða forsjáraðila eru virt og því beint til landlæknis að slíkar reglur verði settar. Það er mjög mikilvægur hluti af því ferli sem ræðir og eins og fram kemur í umsögn umboðsmanns barna og jafnframt sú áhersla sem oftsinnis hefur komið fram í umfjöllun málið að fræðsla og upplýsingagjöf sé mikilvæg öllum almenningi og þar með talið börnum mikilvægi líffæragjafa, eðli þeirra og framkvæmd eins og það er orðað í umsögn umboðsmanns barna. Þá má þessu tengt jafnframt vísa í niðurlag umsagnar Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands sem segir, með leyfi forseta: „Siðfræðistofnun leggur megináherslu á að verði ákveðið að breyta núverandi fyrirkomulagi skiptir miklu máli hvernig sú leið er útfærð bæði í lögum og verklagi á heilbrigðisstofnunum, einkum að því sem snýr að framkomu við aðstandendur og aðkomu þeirra að ákvörðuninni. 1. grein 1. greinar frumvarpsins orðast svo, með leyfi forseta: „Nema má brott líffæri eða lífræn efni úr líkama látins einstaklings til nota við læknismeðferð annars einstaklings hafi hinn látni verið sjálfráða og ekki lýst sig andvígan því og það er ekki af öðrum sökum talið brjóta í bága við vilja hans.“ Ég styð þá breytingartillögu hv. velferðarnefndar sem hér er lögð til og sett fram í álitinu þar sem brugðist er við þeim athugasemdum umsagnaraðila sem segja að óbreytt eins og greinin orðast og ég fór yfir hér sé einungis hægt að nema brott líffæri eða lífræn efni úr líkama látins manns einstaklings hafi hann verið sjálfráða og útiloki þá mikilvæga líffæragjöf barna og telur nefndin það ekki forsvaranlegt eins og það er orðað hér í álitinu að banna líffæragjöf ólögráða einstaklinga í öllum tilvikum og leggur því til þá breytingu hér að orðin verið sjálfráða falli brott og styð ég það. Virðulegi forseti, frumvarpið í þessari mynd hefur verið lagt fram 3 sinnum áður en ekki hlotið afgreiðslu og fyrir þingum hafa verið lagðar fram þingsályktunartillögur og fjallað og rakið í greinargerð 2 með frumvarpinu. Þar kemur einnig fram og tel ég rétt að draga eða benda á það hér að á 144. löggjafarþingi skilaði heilbrigðisráðherra skýrslu sem meðal annars fjallaði hvernig fjölga mætti líffæragjöfum frá látnum einstaklingum á Íslandi og það kom skýrt fram hér í máli hv. þingmanns Ólafs Þórs Gunnarssonar að hér hefði verið ekki nægilegt framboð á líffæragjöfum og það er þetta meginmarkmið með þessu skrefi að fjölga líffæragjöfum. Og þar kemur fram í skýrslunni að frekari aðgerðir þurfi til en ætlað samþykki eitt og sér og það er reynsla af þessari leið hjá öðrum þjóðum að
Upplýsingagjöf og fræðsla á öllum stigum er lykilatriði og skipulögð og reglubundin þjálfun heilbrigðisstarfsmanna líffæragjöf. Þetta atriði er einnig dregið mjög vel fram í umsögn Siðmenntar við frumvarpið þar sem segir að til þess að lagabreyting eins og þetta frumvarp mælir fyrir skili sér í fjölgun líffæragjafa er mikilvægt að leggja áherslu á að fram fari ítarleg kynning á líffæragjöf, hvað ætlað samþykki þýði og hvaða áhrif aukin líffæragjöf hefur á líf og heilsu líffæraþegans. Að tryggður verði réttur þeirra sem ekki vilja gefa líffæri, að markvisst verði unnið með þjálfun heilbrigðisstarfsfólks og eins og þegar hefur orðið vísir að gera vef landlæknis líffæragjafir að miðstöð upplýsinga. Og þá kemur þar fram, og mér finnst ástæða til að nefna hér, vegna þess að þetta mál hefur fengið þó nokkur tíma að þroskast í umræðu og hér á Alþingi, í rökstuðningi við málið í 10. tölublaði Læknablaðsins frá árinu 2014 er greint frá niðurstöðu könnunar sem Læknafélagið lét Capacent gera og þar kemur fram afdráttarlaus stuðningur við líffæragjafir með ætluðu samþykki eins og verið er að leggja til hér. En 80% þeirra sem þátt taka eru hlynntir löggjöf sem gerir ráð fyrir ætluðu samþykki. Og sömu niðurstöður er hægt að finna kemur fram í umsögnum við málið í erlendum rannsóknum, það bil 80%. Og þá kemur einnig fram í umsögnum og má segja í umfjöllun málið að þeirri meginbreytingu sem lögð er til hér að ganga út frá ætluðu samþykki að það hafi orðið jákvæðari viðhorf til málsins og ég vil meina af lestri þeirra umsagna við málið í þetta skiptið að svo sé. Nú, það má greina það í öllum umsögnum og í umsögn Landspítalans kemur meðal annars fram, með leyfi forseta, að það sé tímabært að á Íslandi verði stigin sömu skref og allflestar aðrar þjóðir í Evrópu hafa gert og löggjöf líffæragjafir byggja á ætluðu samþykki. Nýverið gerðu Bretar og Hollendingar breytingar á sinni löggjöf í þessa veru. Það er trú mín, virðulegi forseti, að við fylgjum þessu eftir og förum að fordæmi fjölmargra annarra þjóða og samþykkjum þetta mál nú hér og á þessu þingi. Ég ætla hér áður en ég lýk máli mínu að vísa í fleiri umsagnir til að vísa til þessara jákvæða viðhorfs til málsins að í umsögn biskups kemur meðal annars fram að siðferðileg álitamál er að ræða og dregur biskup það fram í sinni umsögn og vísar í greinargerð með málinu að frumvarpinu til grundvallar liggur sú afstaða að eðlilegra sé að gera ráð fyrir því að fólk vilji koma náunga í neyð til hjálpar með því að gefa líffæri og lífræn efni að sé látnum en ekki. Og biskup í sinni umsögn tekur undir það sjónarmið að lögunum verði breytt í ætlað samþykki enda leggist nánast í vandamaður hins látna ekki gegn líffæragjöfinni. Mjög athyglisverð umsögn er frá hagfræðinefnd til að setja annað sjónarhorn á þetta mál að þeir vísa hagfræðinefndar í sinni umsögn í grein eftir Erik J. Johnson og Daniel Goldstein frá 2003 þar sem fram kemur að mikill meirihluti einstaklinga virðist vera hlynntur því að gefa líffæri sín eftir andlát. Niðurstöður úr tilraun þeirra leiddu í ljós að þegar einstaklingar voru krafðir svar varðandi líffæragjöf urðu niðurstöðurnar 79% jákvætt svar en það er nánast sama niðurstaða og kom úr þeirri íslensku könnun sem að Capacent gerði fyrir Læknafélagið og ég vísaði til hér áðan. Nú þá skiluðu nemendur í réttarhagfræði inn umsögn og út frá í þeirri umsögn kemur fram að út frá hagfræðilegum sjónarmiðum er málið mjög skýrt og má meðal annars sjá breytingar í öðrum Evrópulöndum
sem gefa enn sterkari rök fyrir breytingunum. Og þar kemur fram að rannsóknir hafa sýnt að stór meirihluti einstaklinga vilja vera líffæragjafar en lítill hluti þeirra framkvæmir þó það verk að skrá sig sem líffæragjafi hjá landlækni og vegna þess að það er að segja þegar ætlaða neitun er að ræða eins og lögin eru í dag þá virði þess að skrá sig sem líffæragjafa einfaldlega mun minna en kostnaðurinn af því að skrá sig og þetta svona þetta hagfræðilega sjónarhorn. En í ársbyrjun 2017 var birt athyglisverð grein á Vísi þetta mál sem að skrifa Runólfur Pálsson læknir og Birgir Jakobsson læknir og fyrrum landlæknir og nú aðstoðarmaður hæstvirts heilbrigðisráðherra. Það sem að fyrirsögnin löggjöf líffæragjafir franska leiðin skynsamleg fyrir Íslendinga. En Frakkar voru með löggjöf sem byggði á ætluðu samþykki en breyttu sínum lögum á þann veg að allir þegnar séu sjálfkrafa líffæragjafar við andlát hafi þeir ekki áður lýst sig andvíga með skriflegri yfirlýsingu. Og megin niðurlag í þessari grein að það sé ástæða til að löggjöf verði breytt hér á landi í átt að ætluðu samþykki leið og það mikilvægt að vernda rétt allra einstaklinga til ákvörðunar eigin hagi. Þar kemur jafnframt fram vísað í alþjóðlega reynslu af því að fara með lögin í ætlað samþykki en það hafa Finnar gert, það hafa Norðmenn gert og Svíar og meirihluti Evrópubúa. Og það kemur jafnframt fram í þessari ágætu grein að tíðni líffæragjafa áberandi hærri í löndum þar sem lög fela í sér ætlað samþykki. Og reynslan af slíkri löggjöf jákvæð og það hafa margvíslegar leiðir verið reyndar til að fjölga líffæragjöfum og reynslan sýnt sig vera best þar sem að beitt hefur verið fjölþættu átaki eins og ég vísaði til hér áðan samhliða þessum lögum. Það er að segja slíkri breytingu í ætlað samþykki. Ég fagna þeim jákvæðu umsögnum sem að koma hér við málið og vil þakka hv. velferðarnefnd fyrir mjög vandaða nefndarálit. Það mjög tekur á meginatriðum málsins og ég styð þá breytingu sem hér lögð til og ég fór yfir hér í minni ræðu og það von mín, virðulegi forseti, að við loksins tökum þetta skref og breytum lögum í þessa veru eins og frumvarpið lagt til í þessu frumvarpi. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, ég vil í örfáum orðum nota þetta tækifæri og fjalla örlítið þetta frumvarp breytingar á lögum brottnám líffæra eða ætlað samþykki eins og við nefnum það. Þetta auðvitað viðbrögð, þessi breyting viðbrögð við lögunum frá 1991 í ljósi reynslunnar sem við höfum fengið af þessum lögum. Og nú er lögð sem sagt áhersla á að fyrirliggi ætlað samþykki í stað þess að fremur sé gengið út frá því að
neitun sé að ræða og viðkomandi sé kannski andvígur eða hafi ekki tekið afstöðu til þessa og það þurfi að leita ásjár nánustu ættingja. Hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson fór mjög ágætlega yfir það hvernig aðstæður eru þegar nýta sér þarf þennan möguleika til líffæraflutninga eða brottnáms líffæra. Það eru erfiðar stundir sem aðstandendur standa frammi fyrir því að iðulega hér að ræða auðvitað ungt fólk í blóma lífsins sem fellur frá við erfiðar aðstæður. Þetta á náttúrulega ætlaða samþykki á auðvitað við það þegar og ef hinn látni hefur ekki lýst sig andvígan brottnámi líffæra. Við höfum í mörg ár rætt þetta í samfélaginu það og hvatt til þess að einstaklingar taki afstöðu til þess hvort að þeir myndu geta hugsað sér að gefa líffæri sína að þeim gengnum ef til þess þyrfti að koma. Og þetta hefur verið hægt að gera bæði skriflega og í seinni tíð eins og fram kom hjá hv. þingmanni Willum Þórssyni með rafrænum hætti. Og þetta á sér ríkan hljómgrunn meðal þjóðarinnar og það staðfestist einmitt í könnun sem gerð hefur verið á vegum Læknablaðsins eins og fram kom hjá hv. þingmanni. Og þarna liggur þjóðarviljinn, held ég sé. Það má fara mörgum orðum þetta og ég held að þetta sé til mikilla bóta. Framsögumaður hv. þingmaður Signý Halla Kristjánsdóttir Halla Signý Kristjánsdóttir fylgdi þessu nefndaráliti úr hlaði, nefndaráliti velferðarnefndar og gerði það með miklum sóma. Það sem að ég hins vegar staldraði við og það verið að viðurkenna og var dálítið hugsi yfir, það þessi málsgrein í annarri greininni að ekki má þó nema brott líffæri, með leyfi forseta, ekki má þó nema brott líffæri eða lífræn efni úr líkama látins einstaklings til nota við læknismeðferð annars einstaklings leggjast nánasti vandamaður hins láta gegn því. Því ég tel að rauði þráðurinn í þessum lögum sé einmitt þetta að við séum að standa vörð eða virða sjálfsákvörðunarrétt einstaklingsins. Hann ráði yfir sínum líkama og hann ráði því hvað verði gert við hann að honum gengnum ef eitthvað nothæft eftir. Og það kemur hérna fram líka að nokkrir umsagnaraðilar hafi velt vöngum yfir þessu. Þetta var rætt dálítið í nefndinni og að þeirri umræðu lokinni þá fullvissaðist ég það að það væri ástæðulaust að vera með fyrirvara og við vorum fullvissuð að þetta í flestum tilvikum þá væri farið að vilja aðstandenda og það væri mjög sjaldgæft að þetta væri ekki greiðlega leyst og það væri þá einhverjar mjög sérstakar ástæður sem til þyrfti og til væru. En ég sem sé hafði enga fyrirvara á þessu og skrifaði undir þetta með mínum ágætu nefndarmönnum sem unnu og það var mikill samhljómur í nefndinni þetta mál og hreinskiptnar umræður og við teljum það að þetta ákvæði sé mjög til bóta og eins og hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson nefndi
að við með þessu hugsanlega gætum orðið í ríkara mæli veitendur á þessu sviði en við höfum þegið líffæri í nokkrum mæli frá nágrannaþjóðunum. Ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri en fagna því að þetta frumvarp er komið hér til umfjöllunar og vona að þetta verði að lögum á þessu þingi. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Hér fjöllum við frumvarp til laga um breytingu á lögum um brottnám líffæra eða nefndarálit með breytingartillögu. Ég vil þakka flutningsmanni nefndarálitsins, Höllu Signýju Kristjánsdóttur, kærlega fyrir ágæta yfirferð og þeim sem hafa tekið til máls hér. Það er búið að fara ítarlega og vel yfir þetta mál sem nú er að koma fyrir þingið í 3. sinn og hefur fengið bara alveg hreint ágæta umfjöllun og má kannski segja að það hefur verið að þroskast hér þennan tíma og í þessi skipti sem það hefur komið fyrir þingið og það er gott. Eins vil ég bara þakka nefndinni fyrir ítarlega góða vinnu og skýra framsetningu. Við lestur þessa má sjá að umsagnaraðilar hafa allir verið jákvæðir og það er gott. Við höfum vissulega verið eftirbátar annarra þjóða á þessu sviði því með því að ganga út frá ætlaðri neitun og fara yfir í það að fara í ætlað samþykki þá hlýtur nálgunum við þessi mál öll að breytast. Við vitum að þegar kemur að því að nýta líffæri eða eitthvað úr líkama látins manns þá erum við í aðstæðum sem eru viðkvæmar og erfiðar og ekki í rauninni hægt að ætla fólki það að vera að taka erfiðar ákvarðanir á stundum sem þessum. En þessi breyting sem verður hérna með það að hafa verið orðið sjálfráða, að það sé tekið út, þá held ég að sé afskaplega mikilvægur þáttur í þessu frumvarpi af því að vissulega eru börn og ungmenni líka mikilvægir gjafar þegar kemur að þessu. En það að auka upp fræðslu hér og samtal og upplýsingar hlýtur að vera gott að fylgja þessu mál og geti því tekið undir orð hv. þingmanns Ólafs Gunnarssonar varðandi það. Ég held að það geti verið jákvætt og við létum það fylgja með upplýsingagjöf og jafnvel eitthvað átaka í því að fólk skrái sig sem gefendur. Við höfum vissulega haft tækifæri til þess og margir hafa gert það, en það er eitthvað sem stoppar okkur í framkvæmdinni eða að koma því í verk. Þannig að hafa það skráð, þá erum við kannski að taka erfiðar ákvarðanir frá aðstandendum á viðkvæmum stundum sem að þá kjósa og geta kosið að virða ákvörðun hins látna. Þá held ég að það sé líka mjög jákvætt að það sé skert á verklagsreglum aðkomu heilbrigðisstarfsmanna í þessum málum eins og fram kemur hérna í nefndarálitinu og þá sérstaklega varðandi samskipti við aðstandendur og upplýsingagjöf til þeirra. Þannig að það held ég að yrði bara málinu virkilega til bóta af því að allt lýtur þetta mannlegum samskiptum á viðkvæmum stundum og fólk þarf þjálfun og upplýsingu og leiðbeiningar í þessum efnum eins og flestu öðru. En verði þetta lögum sem ég vona svo sannarlega að þá erum við að stíga skref sem að flestar aðrar þjóðir og flestar þjóðir Evrópu hafa stigið og ég held að það sé bara tímabært að við gerum það líka og vona að okkur takist það að afgreiða þetta mál hér á þessu þingi og vil bara enn og aftur þakka nefndinni fyrir vel unnið starf, góða yfirferð og skýra framsetningu á þessu mikilvæga máli. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason.
forseti. Í nokkrum orðum langar mig að koma inn á þetta frumvarp til laga um breytingu á lögum um brottnám líffæra. Eins og segir í áliti Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands, með leyfi forseta: Líffæraígræðslur þjóna í langflestum tilvikum mikilvægum siðferðilegum tilgangi, að bjarga lífi og stórbæta heilsu þeirra sem líffærin þiggja. Það er réttlætismál að skapa fólki sanngjörn tækifæri í lífinu og kærleiksverk að bjarga lífi fólks í neyð. Í siðuðu samfélagi er því eðlilegra að gera ráð fyrir því að manneskjan vilji koma náunga sínum til hjálpar í neyð en að hún hafni því. Ég held að þessi orð sem Siðfræðistofnun setur á blað í athugasemd sinni við þetta frumvarp rammi ágætlega það sem ég tel vera þessa almennu tilfinningu fyrir þessum málum. Ég held að í öllum meginatriðum þá séu Íslendingar þeirrar skoðunar að þeir eigi að gera gagn í lífinu og þegar það tekur enda, hvernig sem það ber að, þá vilji menn gjarnan leggja sitt síðasta af mörkum. Það er eitt atriði í þessu máli sem mig langar til að koma inn á og það kemur úr athugasemd embættis landlæknis þar sem bent er á sem athugasemd við orðalag frumvarpsins þótt mikilvægt sé, með leyfi forseta, þótt mikilvægt sé að ætíð sé haft samráð við nánustu aðstandendur, þá gengur ekki að fari sé gegn vilja hins látna þegar fyrir liggur opinber yfirlýsing um vilja til að gefa líffæri við andlát. Þarna er verið að taka á því að í frumvarpinu þá er gengið út frá því að andmæli nánasta aðstandenda, ef svo má segja, trompi afstöðu þegar yfirlýsta afstöðu hins látna eða semst mögulegs líffæragjafar til líffæragjafarinnar. Ég held að í öllum meginatriðum þá sé þetta mikið framfaraskref, við eigum að stíga þetta skref og í 2. grein frumvarpsins kemur fram að lögin taki gildi 1. janúar 2019 og ég held að það sé mikilvægt, eins og þar kemur fram, að velferðarráðuneytið standi vel að kynningu málsins. Það er að mörgu að hyggja og ég held jafnframt að við ættum, þó að skráðum líffæragjöfum hafi fjölgað mikið á undangengnum árum, þá held ég að við eigum að horfa til þess að skoða leiðir, eins og kemur nú fram í að minnsta kosti einni umsagnanna, þar sem annaðhvort í skattskýrslu eða til dæmis þegar einstaklingar taka ökupróf, þá sé þeim með einföldum hætti gert kleift að skrá sig samþykkta líffæragjöf. Og ég vil setja á það atriðin hér bara til síðari tíma nota. En ég vona að þetta frumvarp sem nú er flutt hér í 3. skipti verði samþykkt og að þessar breytingar verði innleiddar. Þær eru til mikilla bóta og mikið jákvætt mál siðferðilega og mikið réttlætismál því að það vantar líffæragjafa ekki bara hér á Íslandi heldur í öllum þeim löndum sem að við vinnum með í þessum málum. Fleiri hafa ekki kvarst til hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 10. dagskrármálið, sveitarstjórnarlög, frumvarp 613 mál, þingskjal 1018, 1. umræða. Til máls tekur formaður umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011, með síðari breytingum. Frumvarpið fjallar framlengingu bráðabirgðaákvæðis heimild til rafrænna íbúakosninga og gerðar rafrænnar kjörskrár. Frumvarp þetta er lagt fram af umhverfis- og samgöngunefnd með stuðningi áheyrnarfulltrúa í nefndinni. Með frumvarpinu er gildistími ákvæðis til bráðabirgða 5 í sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 framlengdur til næstu 5 ára en að óbreyttu hefði ákvæðið fallið úr gildi 31. maí 2018.
Ákvæðið kveður á að ráðherra, í þeim tilgangi að styðja við framkvæmd lýðræðis í sveitarfélögum, geti, að beiðni viðkomandi sveitarstjórnar, heimilað að íbúakosningar á grundvelli 10. kafla sveitarstjórnarlaga fari eingöngu fram með rafrænum hætti og að kjörskrá vegna íbúakosninga verði rafræn. Heimildinni var bætt við sveitarstjórnarlög með lögum nr. 28/2013 en markmið laganna var meðal annars að efla rafrænt lýðræði og lýðræðisþátttöku íbúa. Nefndinni barst erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga þar sem greint frá því að sveitarfélagið Árborg hafi þann 14. maí 2018 óskað eftir því við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið að fá að halda rafræna íbúakosningu breytingu á aðal- og deiliskipulagi miðbæjar Selfoss eftir niðurstöðu undirskriftasöfnunar íbúa í sveitarfélaginu. Nauðsynlegt sé að bregðast við og framlengja umrætt lagaákvæði til að minnsta kosti næstu 5 ára svo unnt sé að nýta það til frekari þróunar rafræns samráðs og lýðræðis bæði við stjórnun og ákvarðanatöku í sveitarfélögum og á landsvísu. Tekur nefndin undir þau sjónarmið Sambands íslenskra sveitarfélaga og leggur til að ákvæði laganna verði framlengt 5 ár. Að þessu sögðu legg ég til að málið gangi til 2. umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu, enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Útbýtt á fundinum þingskjal 1051, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 186/2017 breytingu á 17. viðauka við EES-samninginn, nefndarálit utanríkismálanefndar. Þingskjal 1053, hækkun bóta almannatrygginga, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Þingskjal 1054, launaþróun stjórnenda ríkisfyrirtækja og ríkisstofnana, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Þingskjal 1055, ferðakostnaðar og dagpeningar ráðherra og ráðuneytisstjóra, skriflegt svar mennta- og menningarmálaráðherra. Þingskjal 1056, siglingavernd og loftferðir, nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar. Þingskjal 1057, verktakar Menntamálastofnunar við fyrirlögn samræmdra prófa, skriflegt svar mennta- og menningarmálaráðherra. Þingskjal 1058, siglingavernd og loftferðir, breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar. Þingskjal 1059, áhættumat og viðbragðsáætlanir vegna eiturefnaflutninga í grennd við vatnsverndarsvæði, fyrirspurn flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjal 1060, almenn hegningarlög, nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjal 1061, gerð áætlunar stafræna endurgerð íslensks prentmáls, nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjal 1062, skil menningarverðmæta til annarra landa, nefndarálit með breytingartillögu allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjal 1063, tollalög, nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjal 1064, skilyrðislaus grunnframfærsla, nefndarálit minnihluta velferðarnefndar. Þingskjal 1065, Póst- og fjarskiptastofnun og fleira, nefndarálit með breytingartillögu umhverfis- og samgöngunefndar. Þingskjal 1066, þjóðarsátt bætt kjör kvennastétta, nefndarálit með breytingartillögu minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjal 1067, kolefnisgjald, fyrirspurn flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjal 1068, aðgerðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og mat á árangri af þeim, fyrirspurn flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjal 1069, sjúkraflutningar, fyrirspurn flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Þingskjal 1070, áverkar eftir hund, fyrirspurn flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta funda með dagskrá. Fundi slitið.